velkomin að Rauða borðinu á föstudags eftirmiðdegi, klukkan 4. Það komið að því að við höfum það sem við köllum vikuskamt. Þá fáum við hingað fólk til þess að ræða við okkur fréttir vikunar og hingað komið góður hópur. Það Guðmundur Hrafn Arngrímsson, hann formaður Leigjendasamtakanna. Velkomin. Erna Bjarnadóttir, varaþingmaður Miðflokksins. Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður Hagsmunasamtaka brotaþola og Ingólfur Gíslason, aðjúnt við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Takk. Verið velkomin. Takk fyrir. Og takk fyrir að koma hingað að mér skilst að þessu þau einu 4 sem eftir í bænum að þessu allir farnir austur. Það sem sól, það er frest af rúmlega 20 stiga hita á Íslandi. Já, ég tók eftir því í traffíkinn áðan, og gríðarlegur munur. Já, bara gríðarlegur munur, yfirleitt þegar maður keyrir vestan á bæ og upp yfir á þessum tíma dagsins. Það tala ekki um á föstudegi, þá er þetta svona 20-30 minna ferðalag en þetta var bara renni færi alla leið og Palli einn í heiminum? Já, nánast. Og það var mikill munur. Þetta er greinilegt að það eru allir konur eitthvað út úr bænum. Þannig að hverju veltið þið ekki sólina? Eða gula fíblið eins og það stundu kallað. Ég er nýkomin að utan, þannig að... Þú þarft ekki meira í sól? Ég þarf ekki meira í sólbili, þannig að ég er bara góð. Gott að koma í gráa veðri hérna á Íslandi og fá kuldann í andliti. Ég var í frí þessa viku á Snæfellsnesi og ætlaði að halda mig heima við þessa viku og verið bara eftir umferðinu austur vonandi í Hveragerði. En Ingólfur, getur nú alveg fengið svona smá lit. Er það? Ég hef nefnilega verið erlendi í bara maí og júní og þar var hansi heitt. Of heitt. Of heitt fyrir mig eiginlega. Þannig að mér finnst þetta bara allt í lagi. Ég held nefnilega að þessi svali sem er hérna, að það geti bæði við bjart og svalt, að þetta sé alveg einstök lífsgæði. Já, framtíðin í ferðamennsku er svona svala ferðamennska, þar sem að fólk flýr hitabylgjurnar. Ég man ekki betur en þegar að hitabylgjan var í Evrópu 22, þá flýktust Suður-Evrópubúar til Íslands og til að kæla sig. Já, ég kann mjög vel við þetta veður. Ég vorkenni vini á Ítalíu og þar var í Róm í gær var 47 stiga hiti. Sem er ólíft bara. Já, ég meina. Það getur dáið í 40 stiga. Ég verði svona úti, ég man eftir ég ferðast til Graz í Austurríki mitt sumar og þá ferðast ég síðasta leggja með svona venjulegri skrúðþotu eins og innanlandsflugi hérna og þannig hún var parkar út á miðja velli og svo þegar ég kem út úr vélinni þá var 37 hiti sem ég vissi ekki þá nema ég finn þessa hitamollu, ég held að þetta sé bara eitthvað svona frá Hreyflunum. Þetta er svo óeðlilegt að finna svona mikinn hita og ég svona hraðaði mér í burtu en hitinn fylgdi bara og þá var þetta bara þessi molla og þessi þunga heita loft sem bara losnaði ekkert úr. Þetta var eiginlega bara ólíft fyrir mann að vera þetta. Ég skilji hvernig fólk getur vannist þessu. Ég er alltaf alveg hægt að fara til útlanda á þessum ástíma. Njóta bara svalans og sumarsins á Íslandi. Já. Ég held að það nefnilega komi að ég held að einhver veðurfræðingur verið að segja þetta daginn. Að fólk ætti svona að hugsa það aðeins áður að fara að kaupa sér einhverja ferðir. Hvernig loftslagið er í Evrópu og sérstaklega Suður-Evrópu. Ég var í hitabylgju hittifyrra í Lissabon. Það var aðeins kostur þar að það er einhvern veginn út á fjöllunum og þetta er svona eins og flói svona svipað og San Francisco. Þannig að þetta dregur einhvern veginn svona vind af hafi þegar það fara að líða á daginn. En maður beið bara eftir því hvað verður svona 5 að þá byrjaði að verða bærilegt. Já. Fram að því var ekki bærilegt. En það hitarnir eru líka, þeir búa til svona framþróun ýmsu. Ég var til dæmis að því ég svolítið áhuga á mat og verið að lesa uppskriftir af lasagna sem að ef þú býrð í Bandaríkjunum, þið kannast við þessa postboxin sem eru þarna úti. Það sem er svona flaggi fyrir upp ef það er postur og niður svona sem er við heimtaugina. Það er þú getur útbúið lasagna, setta því í postboxið, farið í vinnuna og þegar við kemum tilbaka þá er komið alveg brilljant lasagna sem hefur verið hæg elda. Þegar það er svona 47 stiga hiti þá magnast hann upp og það nær til þess að elda mat í postboxinu. Þetta er svona sous vide aðferðin. Já. Ég var ekki í Mexíkóarnir svolítið að gera þetta, vöfðu nestinu sinni í álpapír og letu þetta eldast á ögrunum. Já.
Það hljómar ekki ólíklega. Og þegar þýtabylgjuna voru ekki svona slæm tíðindi eins og þeir eru núna, að þeir kannist við að þá voru alltaf fólk að steikja egg og svona á húddin á bílnum. Já. Herðu, það sem að mér henda sko verið víðast talað í heiminum í dag er aldur og heilsufar Joe Biden. Já, enda ekki að undra held ég. Þetta voru, ég sá hluta af þessum kappræðum sem er mikið talað sem voru held í síðustu viku. Og þetta var náttúrulega bara, ég sá fyrst sko myndband á YouTube, þar sem einhver var að lýsa því hvernig hann upplifði þetta. Og kallaði þetta svona toe cringing allan tíman og ég ákvaði að horfa á þetta og þetta var bara miklu verð en það sko. Þetta var einhvern veginn að fyrir svona meðvirkan manni sem við sko, manni langaði helst bara að slökkva á og ekki horfa á þetta. Þetta var væga sagt náttúrulega bara eins og við öll vitum bara hræðilegt að sjá manneskjuna þarna að við sko stundum fannst manni sem hann vissi bara ekki hvað hann væri. Hann var í engu sambandi hvorki við spilin eða mótframbjóðun sinn og ég hef búin að vera svona að fylgjast með eftirleiknum og mér finnst þess að fólk sé svona að ranka við sér að þetta sé náttúrulega bara algjört feigða flan að bæði hafa hann áfram eða hvað þá að hann bjóði sér fram aftur. En er það verra að fórsetið Bandaríkjanna sé veikur? Það er náttúrulega bara áhyggjuefni að áhrifamesti og valdamesti maður heims bara fólk skuli hafa áhyggjur af heilsu hans og andlegu þreki sko. Það horfið nú þannig við mér að hann skuli á sama sólarhringnum kalla Kamala Harris Trump og Zelensky Putin. Þú ert að meina að hann sé svo meinlaus af því að verði það en það eru þá bara það er oftur í deyjandi heimsveldum eins og þetta var í Sovétríkjunum svona frá Brezhnev og gegnum Andropov og félaga áður en að koma Gorbachev og þá var bara keyrði þetta áfram og engin vissi almennilega hvort að leiðtoginn var lífsleiðarliðinn. Þá gefur alltaf pláss fyrir þá sem eru kannski stjórnað bak við tjöldin að vera frekari. Já, en fáum við þá ekki bara Trump sem forseta og erum við bættari með það? Hann er ekkert unglamp heldur sko, Nei, ég segi... En hann er sprækari. Hann er kannski að byrja þessa röð eins og var í Sovétríkjunum sko, þeir fara að falla hver af öðrum úr aldri sko. Nei, ég veit það ekki. Ég get ekki horft á þetta sko. Nei, ég er svo meðvirka, ég get ekki kveikt á þessu. Ég bara, til hvers sko, ég meina, ég les bara það sem fólk er að segja þetta og hann Biden er orðinn of gamall, það er bara ljóst og svo hugsa maður, já, hann er kannski allt í lagi núna í þessari viku sko, en ég meina þetta er 4 ára tímabil sko, þannig að þú veist, mér finnst bara það er búið að segja þetta allt saman sko, ég meina hann er Róið hvort hann lifi fram að kostningum. Já, það er alveg ljóst að hann ekki lifi út kjörtumumvili. Já, ég myndi veðja gegn því sko, já. Eða hann sé starfhæfur. Já. Mér finnst svolítið svona leiðstundum að tala um að hann sé of gamall, hann náttúrulega hvað, áttræður? Því að ég þekki fullt af áttræði fólki sem er bara miklu sprækara og vel, bæði getur unni líkamlega vinnu og haldið þræði í öllu sem það gerir og segir og er bara full fríst, þannig að það er ekki allir sem að verða svona ernir, þannig að sko ég hef alveg lent á svona í svona aðstæðum þar sem verða að tala um að hann sé of gamall þegar að bara hreinlega er kannski einhver ættingi á sama aldri sem er bara full frísk og segir hann er bara á sama aldri og ég, þannig að þetta er ekki bara aldurinn, hann eldist ekki vel og bara því miður. Snýst andlegt atgerfi. Já. Hann verður 82 ára í nóvember. Já. Hann mætti hins vegar á einhvern blaðamannafund sem hafa verið boðaður lengi og talað um að þetta væri svona úrslita stund sem var í gær, klukkutími þar sem hann svaraði spurningum blaðamanna. Þetta var eftir NATO-fundin, þannig að þetta var mikið svona erlend málefni. Horfðu á það? Nei. Ekki þú? Nei, ekki ég. En sko mínar áhyggjur af honum í raun og veru ekki aðalega þessu andlega atgerfi, sko, heldur skoðunum hans og því sem hann er að gera, sko, stuðningur hans við Ísrael í þjóðarmorðinu á Gaza, sko. Þannig að, þú veist, ég vil losna við hann þess vegna. En hvað getur þú fengið í staðinn? Engan sem er með aðra skoðun? Það er svo sem engin hann að... Ekki nema þá Kennedy? Það er engin hann í kringum hann sem að kemur eitthvað sérstaklega
sem bætir það eitthvað sko, Trump styður örugglega þjóðarmorðið. En ég veit það ekki sko. Maður veit aldrei alveg hvað gerist þegar ef Biden fellur frá sko. Ég meina það eru einhverjir sem eru á annarri skoðun þarna inni í stjórnkerfinu en ég meina ég ger alveg ráð fyrir því að það sé ennþá töluverður meirihluti sem að styður í raun og veru stefnu Bidens í þessu og Trump ekki líklegur til að vera neitt skárri nema auðvitað, þú veist að maður getur eitthvað ímyndað sér að Trump geti farið í einhverjar áttir með að hann vilji spara peninga fyrir Bandaríkin og draga einhvað á stuðningum út af því sko, ég meina ég veit það ekki. Ef þú ættir að kjósa... Þetta allt saman mjög svart sko, þannig í þessu sko. En ok, það er Bandaríkjamenn standa frammi fyrir ekki í neinum góðum kosti. Ef þú verður að kjósa núna, það verður Biden og Trump og Kennedy á selinum, hvað myndir þú kjósa? Ég myndi sennilega skrifa nafn Jill Stein. Hún í frambúði sko. Já, en ekki alls staðar eða? Ég veit það ekki sko. Ég myndi að minnsta kosti ekki fara til að kjósa Biden og ekki Trump heldur. Kannski ég bara heima. Já, þá er það bara uppkjóka hvert lýðræðinu, að lýðræðiskerfið bara farið frá þér. Já, það er það náttúrulega hvort sem er. Guðný, það eru kjördagur, hvað má bjóða þér að kjósa því? Mér finnst þetta bara ótrúlega erfið spurning. Mér finnst bara, ég er náttúrulega ekki búin að kynna mér sérstaklega það marga kandidata fyrir utan kannski Biden og Trump og mér finnst þeir báðir bara löngu búin að þeirra skeiði bara löngu runnið og ég get ekki séð að ég geti kosið hvorum þeirra en já, ég veit ekki, ég held að ég þyrfti eiginlega bara að setja já í raun og veru og mér þykir það ótrúlega leitt því að auðvitað vill maður alltaf taka afstöðin, ég þyrfti að kynna mér það aðeins betur en að horfa upp á þessa tvo menn þarna í endalausum kappræðum og hvernig þeir koma fram, þú veist, annað er að kannski geta talað harra og skýrara en hinn en að meika samt ekkert sens sem þú segir þannig að, og hinn svona einhvern veginn maður segir bara einhvern veginn að vera að slokna á honum bara í beinni útsendingu missi þráðinn, byrjar einhverja setningu og man ekki alveg hvað hann er að segja og endar já, þeir eru báðir þannig í raun og veru þú veist annar af ásetningi og hinn óvart kannski. Já, helst er svolítið þannig Erna, það er kjördagur í Bandaríkjunum, hvað má bjóða að kjósa? Já, ég segi nú svipað á Guðni ég hef aldrei búið í Bandaríkjunum og þekki ekki þann heim þannig að það sé gott fyrir mann að leggja mat á þetta og hvað bandaríski kjósendur horfa á þegar þeir ganga kjörbóðræðinu. Maður heyrði til dæmis þegar að Trump var kosinn að margir hefði kosið hann sem er líklegan til þess að halda upp í atvinnu og slíka hluti. Innanlandsmálin hefði verið það sem réði því að fólk kaus hann fremur en frambjóðanda demokrata á þeim tíma. En ef ég kæmi þarna svona bara blauta bak verinu sig núna, ég myndi nú bara ekki treysta mér á kjörstað með þessa tvo kosti sko. Guðmundur, eru komið með Já, sko, ef að þrjá auðaseðla, þannig að þú bara ræður í hverju kosti. Þessi maður mæta ég verið að fylgjast með honum hérna Kennedy og mér líst vel að margt sem hann er að segja. Ég held hins vegar að eins og af hverju? Bara hann er að tala gagnrýna útþenslu stefnu NATO og stuðning í Bandaríkjamanna við þjóðarmorðin á Gaza og svona þar fram til götunum. Ég hef svo sem ekkert verið að kynna mér hans málstað en hann náttúrulega kemur úr svo stóra pólitíska, svona þessari pólitísku elitu í Bandaríkjunum og hann hefur kannski... Sem þú vill ekki kannast við hann? Nei, hann ásum ekkert einhverja skýra samsverjum við bandarískan almenning en hann er samt sem áður mjög gagnrýninn á á sko núverandi stjórnarstefnu og ég held að hugsanlega há honum mest bara röddin hjá honum sko. Hann var rámur og hæsinn svona í tali og ég held að það sé hugsanlega kannski eitthvað sem að verður til þess að hann er ekki alveg svona þessu mikla flugi sem að hann, ég held að hann njóti mikið stuðnings í Bandaríkjunum en ef að líf mitt lægja við því og ég þyrfti að velja annarkvort Joe Biden eða Donald Trump og þá myndi ég velja Donald Trump. Ég finnst það að því að við erum búin að vera með Joe Biden undanfarin 4 ár og sko þessi virki stuðningur hans vegna þess að hann hefur valdið til þess að segja af eða á og bara hvernig hlutirnir eiga að vera. Það hefur Donald Trump ekki haft gagnvart stríðinu eða þjóðarmorðinu á Gaza. En hann sýnt alveg mikinn stuðning við Ísrael meðan hans þegar hann flutti sendiráðið til Jerúsalem.
En ég tek undir með Ingólu, ég held nefnilega að hugsanlega myndi Donald Trump geta skýrt sér á bak við það að vera að spara pening. Hann hefur talað og gagnrýnt stjórnvöld í Bandaríkjunum fyrir að vera ýta undir átökin í Úkraínu með því að senda þangað vopn og fjármuni. En ekki Gaza? Nei, hann hefur ekki gert það, en það hefur kannski búið að standa náttúrulega lengur yfir í Úkraínu en hugsanlega, ég veit það ekki, þetta náttúrulega maður sem er mjög erfitt að horfa á sem forseta í Bandaríkjunum og bara ummæli hans og kvenfyrirlitning og svona þessi hegðun hans og þessi óbóðslega kallremba og svona þetta er svona svínslega hegðun, hún náttúrulega gerir þetta mjög erfitt að ímynda sér hann sem forseta þó hann hefur verið forseta áður. Þá held ég bara að ég myndi refsa Joe Biden fyrir það að hafa stutt þessi þjóðarmorð á Gaza með svona virkum hætti og ýtt undir útþenslustefnu NATO undanförnum árum. Það er að segja að þetta væri svona refsi atkvæði að gefa andstæðingnum sem er þó nánast jafn ómögulegur. Kaupa Biden burt, kjósa Biden burt. Nei, þú veist, samt ef þetta er ekki bara kvenfyrirlitning Trump sem persónu, þetta snýst réttindi kvenna líka bara í landinu og það er alveg ótrúlegt að Roe versus Wade til dæmis var afturkvæmt eftir 50 ár. Konur get ekki farið í fóstureyðingu og það er að týna lífi sínu og börn og ég veit ekki hvað það er að lögsækja þær fyrir að fara í fóstureyðingu og henda þeim í fangelsi. Ég meina það eru margir svona hlutir og við getum ekki bara alltaf verið að skoða þessu utanríkismál þegar við skiptir gríðarlega miklu máli. Að þá verðum við líka að skoða þarna þannig helmingur þjóðarinnar sett ég bara fáránlega erfiða stöðu sem að við erum að horfa bara að hands my tail raungerast í raunveruleikanum og ég get ekki séð að það myndi eitthvað lagast með Trump. Já, örugglega ekki. Það er alveg nákvæmlega. Ekki það að mér þótti Biden og hafa þarna bara mjög skýrt tækifæri til þess að setja þessu lög aftur á. Ég meina að alla burði til þess og hann er að nýta það núna í kosningabaráttunni. Það heldur að hann hafi náð því í gegnum þingið, ég nefnilega ekki viss það. Nei, þú veist, en hann er samt alltaf að segja núna að hann er að nýta þetta sem kosningaloforð og hann er að segja ef hann yrði forseti aftur þá myndi hann gera þetta afturkvæmt af því að vandamálið þetta er að ef að Trump myndi komast aftur til valda og hann er auðvitað að fara að búa til nýja stjórn innan öldungardeildar þingflokkana og setja þar bara óbúslega gríðarlega hægri sinna fólk í stöður sem á ekki að vera í og yfir Supreme Court og allir þessu skiljum mig. Þannig að það held ég bara stór hættulegt að við sáum afleiðingarnar af því breiðast út alla Evrópu og víðar þegar hann var forseti 2016. Þannig að ég held að ég myndi bara alls ekki vilja sjá hann aftur. Þá ég bara fulla virðingu fyrir þínum skoðunum að þá Þannig að þú myndi kjósa Biden ef það var kostur. Líklegast, en það er samt sem áður ef við erum já, akkurat, þetta er þingað atkvæði en ef ég ætti að taka alvöru afstöðu það þurfti ég að kynna mér það betur með Biden ekki sérstaklega góða kostur. Þetta er oft valkostur fólks í lýðræðisríkjum að velja á milli tveggja afleitra kosta eða fleiri. Það er ekki eins og þetta sé einhvern veginn uppáhald allt saman sem er á kjörsurnum. Nei, þetta er náttúrulega rosalega þröngt og skrítið val geta verið í þessu 300+ milljón manna samfélagi og þetta er það eina sem þú getur kosið á milli það er eitthvað mjög undarlegt við það það hljóta að vera fleira frambærilegt fólk í þessu landi, það er nokkuð ljóst en af hverju fljóta þessir ofan á og þetta náttúrulega hefur eitthvað að gera með hvernig kerfið er þarna og það sem skiptir öllu máli þarna greinlega í baráttu, í pólitískri baráttu er að safna upp stuðningi og velvild og þá þarftu eiginlega að hafa verið í áratugi bara til þess að safna bandamönnum sem þú getur einhvern veginn, þú veist, ég veit ekki hvort maður segja lofað einhverju eða einhverju telja að treysta þér, þú ert að byggja upp traust við alla þessa hópa og það greinlega bara er orðið þannig að það tekur áratugi og frambjóðarnir þurfa helst að vera komnir allavega yfir eftirleina aldur og auðvitað getur fólk verið alveg ágætt á þeim aldrei það er ekki það en þetta er einhvern veginn fólk það er líka ágættis fólk undir 50 en það á engan séns þarna því það er bara einhvern veginn ekkert það er bara byrjendur en bara því þú varst að tala þetta er náttúrulega gríðarlega, furðulega, ótrúlega mál þarna með kvenréttindin
hvernig þessu afturför hefur verið í Bandaríkjunum, en svo eitt annað sko er að við erum að tala um að kjósa Trump sko, en hann reyndi valdarán. Akkurat. Hann ætlaði ekki að viðurkenna niðurstöðu kosningarna. Ég ætlaði að fara að nefna þetta valdaránu. Það var auðvitað einstök ógn við bara lýðræði á Vesturlöndum ef það hefði tekist. En ég vil náttúrulega líka bæta því fá við inn í þetta að til þess að komast að í landi eins og Bandaríkjunum með því kosningakerfi sem þar bæði forseta og öldungadeildar, þá þarftu bara einfaldlega að vera ríkur. Þú þarft að eiga fullt af peningum og þess vegna eru til dæmis öldungadeildar þingmennir yfirleitt mjög rosknir. Þeir eru bara komnir á það stað í lífinu og eru af þannig fjölskyldum að þeir hafa mikið peninga. Það kostar að einhverjum fjármálöflum. Safna stuðning í þaðan frá öllum sem eiga. Þú þarft að hafa tengsl og stuðning og fjármagn. Ég held að Obama hafi ekkert verið auðugur maður en hann er auðugur maður í dag. Já. Tony Blair var ekkert auðugur maður en hann er vel auðugur í dag. Já, mér finnst alveg klárt að hvernig á stjórnartíð Bidens að hergagna iðnaðurinn ræður bara ríkjum í Bandaríkjunum. Hann stýrir bara nánast verkum forsetans og þingsins. Þetta virðist sko svona hernaðar bröltið og stýrsæsingurinn er alveg gjörsamlega yfirkeyra allt þarna. Já. Þessir aðilar höfðu að græða því eins og þú ert að benda á. Og Það er að tala um aldur að Obama, hann var bara 47 ára held ég þegar hann var kjörinn. Það var ekki Kennedy líka á 50-öldri? Það er varðandi það hvort hann hafi breytt ykkur, þá held ég að Obama breytti bara ekki neinu. Og það er bara einhver stefna sem er bara keyrð áfram. Cornel West sem ætla nú að bjóða sig fram, er hann ekkert í frambóði lengur eða? Nú man ég ekki alveg stöðun á honum í dag. Hann sagði að því að hann er svartur, hann getur gagnrýnt Obama, en reyndar fékk alveg ótrúlega slæmt fyrir það að vera að tala niður svartan forseta. Hann sagði fyrir kosningar þá sneri Obama sér að okkur kjósendum og seldi okkur von. Þegar kosningarna voru búnar þá sneri hann sér að sínu raunverulega kjördæmi sem er Wall Street og þjónaði því. Þetta er svona ótrúlega köld sín á bandarísk stjórnmál. En svona eru þau einhver leyti. Það er bara stjórnvöld að þjóna hinum ríku. Mér finnst þetta að vera vaxandi. Wall Street og hergagniðina. Já, mér finnst þetta vaxandi tilfinningu í Íslandi að alþingi og ríkisstjórn séu bara að þjóna hinum ríku og velsettu og valdamillu. Já, en þess vegna er svolítið skrítið því að það er ekkert endilega hagsmunir hinna ríku sem að ráða þessu með þungunarof og þannig löggjöf Af hverju ætti það að vera Þetta er Ronald Reagan náði völdum með því að taka íhaldsarminn og nýfrjálshyggjuna sem hefði aldrei getað náði völdum með því að taka inn kristnu hreyfinguna sem hafði verið pólitískt heimilislaus á þeim tíma og taka hana inn. En það hefur ekkert að gera með ríki en frjálslyndi ríkisstjóri í Kaliforníu sem var fylgjandi fóstureyðingum, hann var það ekki sem forseti eða ýtti undir farveginn sem að raunverulega Trump er afkvæmi þess tíma að draga þennan hóp í samfélaginu til stuðnings við Republikanaflokkinn og ná völdu þar til þess að knýja, sáum við framkomlega við fáum að knýja í gegn nýfrjálshyggjuna fyrir hinna ríku en þið fáið þarna eitthvað svona afturhaldssemi í pólitík og þetta er bara samkomulag að þannig getum við bæði fengið að halda völdum haft áhrif á samfélagi og þetta er samfélagi sem við sitjum uppi með í dag það sem er búið að ræna það raunverulega öllu brjóta niður allt sem hafi verið byggt upp á eftirstríðsárunum í baráttu gegn fátækt og öðru slíku veikja það allt saman, veikja samfélagi og fara að skrúfa annars vegar ofan af efnahagslegum ávinningi bara verkalýðsbaráttu á síðustu öld og hins vegar skrúfa niður af mannréttindabaráttu svona seinni hluta 20. aldarinnar með kvenréttindi, réttindi innflytjenda, réttindi bara allra í samfélaginu. Er það ekki? Er þetta ekki bara svo tími sem við lifum? Það er bara verið að finna leiðir til þess að hafa völd yfir fólki. En hvernig er það í Bandaríkjunum? Fylkin hafa tölvöld mikla geta stjórna sínum málum svolítið mikið sjálf. Republikanarnir vilja auka það og draga úr vægi alríkisins. Já. Alveg eins og Le Pen og Orbán í Evrópu vilja auka vægi þjóðríkjanna en draga úr vægi Brussel. Já. Af því að þau vilja ekki að
það komi einhver svona utanakomandi sem að tryggir réttindi minnihlutahópa. En þú hafa þegar tölvöld mikla svona, geta ráðið svolítið miklu sjálf þessi fylki, þannig að kannski eru kosningar fylkisþing og stjóra, kannski það mikilvægari kosningar fyrir íbúa fylkjana heldur en. En með því að henda þungunarofinu frá alríkinu eða frá Hæstarétti, þess að Hæstaréttur segir að okkur kemur þetta ekki við, þegar þingi verður að afgreiða þetta, það svona Le Pen-orbanismi að setja það inn í fylkin og til dæmis svartir náðu lýðréttindum í gegnum alríkið vegna þess að fylkin Alabama hefði aldrei samþykkt það. Og ég held að þetta séu ræturnar eru þar að við viljum aftur geta sett upp aðskilnaðarstefnu í okkar fylki ef að við kjósum svo og við viljum taka réttindi af konum ef okkur sýnir svo, eða ekki? Það er bara nákvæmlega þannig, sko. Já, akkurat. Þannig að Bandaríkin sem að margir horfðu til sem einhver svona möguleika á einhverju skárra samfélagi, ég held að þessu bara falli fyrir löngu síðan, sko. Já, og hefur alltaf verið, við gleymum, ég veit ekki, það skiptir ekki öllu máli fyrir þessa umræðu, sko, en Bandaríkin eru þetta landtöku nýlenda, sko, það sem er til á grunni, sko, þjóðarmorðs líka, sko, og sú saga nær alveg ótrúlega langt, við hugsum þetta sem einhverja fortíð í algjörum fjarska, en þetta var, sko, það var verið að berjast þetta alveg fram á 19. öld, sko, 1860 og eftir það, sko. Bara að því að verið að það tengist Palestínumálinu, sko, því að þar er önnur landtöku nýlenda sem að gera það sama og var gert í Bandaríkjunum. Og þannig að þegar maður hugsa Bandaríkin sem eitthvað svona jákvætt afl í heiminum og svona, þá, þú veist, sagan er svo hrikalega blóðudrifin, sko, alveg frá upphafi vega, sko. En auðvitað, þú veist, auðvitað er þetta flókið, það er auðvitað líka jákvæðir hlutir og svo framvegis, sko. Ég held að síðustu, sko, innfættu, hvað maður segja, fólk sem er innfætt á þeim stað sem við köllum Bandaríkin núna, sko, að það sem voru síðastir að fá sem sagt bandarískan ríkisborgararétt, það var, sko, 1930 og eitthvað, sko. Þangað til hafði það ekki einu sinni bandarískan ríkisborgararétt, þar segja allir. Mögulega vegna þess að einhverju þeirra vildu það ekki, man það ekki alveg. Minni öld síðan. Já. Við höfum þetta svo sem nær okkur að ég held að Samar hafi ekki fengið, sko, fullan réttindi í Noregi bara fyrir eftir 1970, sko. Já, einmitt. Þannig að það er okkar menning byggir á miklu ofbeldi og landráni og þrælahaldi og það að flokka fólk eftir því hverju rekta og hverju órektar. Sáum þetta í þáttunum Gró Harlem Brundtland þegar Samakonurnar komu að mótmæla virkjuninni til dæmis. Já, og það er atburðið sem gerði eftir 1970. Sko. Nákvæmlega, það sem ég er Ég var varkárni minni saði í 1970. Herðu, þessi breyting sem er í Bandaríkjunum og þessi átök, það sem að Trump stendur fyrir, þú ert eiginlega að tala fyrir því, Guðni, að það sem að hann er eiginlega kjör hans 2016, að sömuleyti var kveikjan af breytingu sem við erum að sjá í pólitík í Frakklandi, á Ítalíu, eða ekki? Jú, og Breitlandi. Og Breitlandi. Já, algjörlega. Náttúrulega þetta orðræðan hans náttúrulega skapaði svo greiðlega sterka orðræði bara innan Evrópu að allt í einu var bara allt í lagi að vera rasisti og segja bara við ætlum að henda allir þessu fólki út, við ætlum að meina hérna aðgangi þessum hóp hérna og við ætlum að svona taka landið okkar tilbaka, hvað sem það nú þýðir, sko. Og það er þetta bara ótrúlega sárt. Ég sko bjó í Englandi náttúrulega í tæpan áratug og flytt seint árið 2015 aftur heim til Íslands og þannig að ég rétt svona missi af þessum breytingum og ég var svo fegin vegna þess að það sem kom svo í kjölfari og þetta var byrjað þarna 2015 svona orðræðan þið vitið ég var að labba kannski heim úr vinnunni og það var bara miði á alls konar hurðum þar sem stóð á ensku og pólsku og bara ýmsum tungumálum bara farði heim þú veist það er ekkert endilega að vita hver átti heima þarna en eitt slíkt en skilaboðin voru rosalega skýr allt í einu átti bara að loka og
breyta umhverfinu og það var auðvitað Brexit náttúrulega fór í gang. Það var náttúrulega einhvers konar, þetta var ekki þjóðaratkvæði heldur frekar svona þjóðarkönnun, hvað ætti að gera, hvort að fólk myndi vilja segja sig úr þessu sambandi eða ekki og fólk, og þegar kosningin var á sín tíma að þá var hræðilega lélegt veður. Það var og það eru ofta í suðurhluta Englandi koma flóð og ýmislegt annað og það eru margir sem gátu ekki mætt á kjörstað en engu að síður niðurstaðan var svo að fólki kaus út og það var þá Alþingis að taka ákvörðun það hvort að þetta ætti að verða veruleika eða ekki. Svo byggðu þessu undir það? Öfugt við Íslands stjórnvöld sem byggðu þessu ekki undir þjóðaratkvæðum stjórnarskrá? En raunin var svo bara svo að þessari skoðanakönnun í raun og veru var bara fylgt eftir og David Cameron segir af sér og svo erum við bara að sjá afleiðingarnar ennþá í dag, einhvern veginn. Bæði bara það finnst mér bara í rasisma, í bara efnahægnum, þú veist, það er bara ótrúlega margt sem að þetta hafði áhrif á. En hvað hverju sprettur upp þessi tilfinning í Bretlandi að svona make Britain great again hugmynd og það verið útlendingar komið og tekið af okkur samfélagið? Nú búið að vera innflytjendur í Bretlandi í alveg frá seinna stríði. Já. Mikið frá Indlandi og ég man ekki Pakistan frá fyrir sem heldur með Liverpool eða Afrikulöndum. Einhver sem heldur með Liverpool en mun ekki þegar Barnes byrjaði að spila og var besti maðurinn í fótbolta John Barnes, já. Ég held að það verið að kasta bönunum inn á leikvanginn þegar hann var að spila og það er bara, er þetta í 86 eða eitthvað slis eða 90? Það er rosalega nær okkur í tíma það sem og það að hann fekk aldrei svona þann sess í landsliðinu sem hann átti eiginlega skilið. Þetta er svo stutt síðan sko. Þannig að Bretar hafa bara ekki sætt sig við breytingarnar á samfélaginu áratugum saman eða hvað. Nei, það hefur náttúrulega það sem var líka í gangi á þessum tíma var eitthvað sem heitir open border. Þannig að landamærin voru opin og það var gríðarlega mikið af fólki að koma inn og út úr Englandi sem hefur alltaf verið. Bretland hefur alltaf einhvern veginn verið þannig. Þetta er multikultúralt samfélag og iðnaðarbyltingin byggir á innflytjendum að koma og vinna þarna og þú veist, skapa. Það voru Írarnir og Skotarnir samveldslöndin í heild sem var litið á sem svona second class citizen. Já, og þetta, og eins og þú segir bara fór frá Pakistan, Trinidad, Tobago, Jamaica. Já, algjörlega, bara öll þessi lönd sem náttúrulega ennþá tilheyra bresku samveldinu, já, akkurat, nákvæmlega. En það var einhvers konar þreyta bara komin í fólkið, þannig að það var ekki alveg að sjá. Þeim fannst ekki verið að sjá ávinningin af því að hafa svona mikið af útlendingum koma til landsins. En það sem þau voru ekki að gera voru að skoða nákvæmlega bara hvernig staðan var í raun og veru. Hvað sem mikið að Bretum búa annars staðar til dæmis. Og þarna voru náttúrulega eitthvað loforð það að það ætti að eyða meiri pening til dæmis í heilbrigðiskerfið sem að það voru þarna einhverja rútur merktar einhverjum gríðarlegum upphæðum þar sem það var lofað í hverju viku fá þau svona og þarna var Nigel Farage að fá alveg gríðarlega mikla rödd í samfélaginu sem bara ýtti undir það að fólk hugsaði bara já, herðu, hérna eru bara biðlistar í heilbrigðiskerfinu, hérna er ég að upplifa atvinnuleysi, mikið atvinnuleysi í Norður-Englandi eða hvað það er og þeim fannst þetta alltaf verið eitthvað leið til þess að svona afmarka sig og gera betur. Mér finnst það ekki hafa endilega beint skil á sér, sko. Ef ég má hendin í þetta, þá fór ég til Bretlands eða London, bara rétt áður en kosningarnir voru, á fund þetta mál. Það voru svo sem ekkert margir á fundinum, en það til dæmis að það voru forsvarsmenn úr verkalýðsfélögum sem voru í þessari fylkingu sem vildi út úr ESB. Það fannst mér mjög áhugavert. Þeir sáu þetta sem, bílaðinaðurinn var að fara frá Bretlandi, tapa störfum samhliða. Það bara komið riðbelti sem afleiðing af alþjóðavæðingunni, störfum voru flutt í burtu. Já, líka bara. Og við fengum lakari störf tilbaka. Mikið að verkafólki sem var að koma kannski frá Austur-Evrópu inn til Englands og þrýsta niður verði vinnuaflsins. Já, þrýsta niður verði, og þetta var náttúrulega, ég heyrði félaga mín að tala þetta og þannig að ég skil kannski að einhverju leyti, við erum náttúrulega
bera virðingu fyrir kannski stöðu fólks í þessu samfélagum, það lifir og hræðist og eins og aðrir og vilja samfélaginu sín sem best. Þetta er náttúrulega kannski ekki gott fyrir neitt ef það er svona, ef kapitalið er að reyna að halda niður í launum með því að flytja inn ódýrt vinnuafl og svona. Þetta er náttúrulega heldur ekki gott fyrir vinnuaflið að vera sko svona nýtt með þessum hætti. Og þannig að svona vissu leyti þá skil ég kannski að fólk bregðist svona við vegna þess að stjórnvöld eru raunin að svíkja alla með þessu. Eru að nýta sér fátækt vinnuafl í fjarlægum löndum og auka misskiptingu og draga úr velferð þeirra sem eru lægra settir í samfélagunum. Ég meina, ef að fólk myndi ekki segja eitthvað við þessu, það er náttúrulega stórfurðulegt. En varðandi sko hvort ég er alveg sammála því að Donald Trump, að því að hann fekk svo óbærslega mikið pláss og fekk svo mikið plattform og hann normaliserar ákveðin átt eða svona ítur undir og ígir þessa þjóðurnispopulisman sem að reynda var búin að vera til í Evrópu alveg sko frá aldamótum. Ég bjó í Danmörku frá aldamótum og fram til 2007 og þar var Pia Kjaersgaard og henni var að vaksa ásmegin bara mjög hratt á þessum tíma. Og það voru fleiri löndum í Evrópu og á Spáni hafa þjóðurnist verið mjög sterkir. Kosningaplakatin á danska þjóðarflokknum var fjölskylda borðað svínakjött. Já, það var bara kjósið danska. Þetta var alveg til í Evrópu, þetta var alveg útbreitt í Evrópu, svona þessi þjóðurnispopulismi. En hugsanlega var hann fengið svona eitthvað svona bara innspýtingu með þessar normaliseringu, þó hann hafi alltaf verið svo fáránleg. Að ummæli Trumps og talandi hans og hvernig hann svona kom hlutunum frá sem var lítið á svo miklu fáránleika en samt einhvern veginn hittir fyrir stóra hópa fólki bara sem eitthvað svona skilaboð eða sannindi. En er það ekki þannig að í Bandaríkjunum og í Bretlandi og víða í Evrópu eru stórir hópar og landsvæði og stéttir sem eru raunverulega sviknar af alþjóðavæðingunni, hafa komið til þessa fólks og sagt að nú ætlum við að fara út í alþjóðavæðingu og flytja verksmiðjur þar sem til Kína eða bara hvert sem er og þetta mun auka svo mikla hagsældir í heiminum og það mun koma til allra og lyfta okkur öllum upp og svo setur fólki nokkrum áratugum setna og segir við höfum bara ekki neitt lyft upp sko. Það er kannski ekki áratugum, það er kannski bara nokkrum árum. Já, mín bær og mín borg er bara á niðurleið og mitt fólk er bara meira og minna atvinnulaus og við erum alltaf að vera valdalausari í okkar eigin samfélagi og þetta er bara ekki að ganga. Með þetta verður svona. Svo kemur, ef við tökum Trump, þá kemur Hillary og segir já, þið verðum bara að bíða aðeins lengur, þetta er alveg að fara að koma og Trump kemur svo og segir, þetta er bara ekki að virka, þið hafa verið svikin, þetta er all lygi sem eitthvað verið sagt og þá var einhver frasi sem sagði að fólk kaus frekar rugludalinn sem er Trump, heldur en legarann sem var Hillary, þess að fólk var búið að sjá í gegnum það sem var alltaf að vera að lofa okkur, að það var ekkert að koma. Ég held að þetta sé kjarni málsins að fólk vill ekki hlusta lengur á innantóma legara, þvælu og þeir sem þess vegna snýr það sér til þessara populista eða hvað við viljum kalla þessa flokka eða hópa því að hinir kom ekki með einn svör við því sem þetta fólk er að kalla eftir. Nei, og þeir bara, við prófum þá bara eitthvað annað. Við erum búin að skapa þetta ástand sjálfur með því að vera að svíkja almenning og sérstaklega þá sem eru standa verra við í samfélaginu. Við erum búin að svíkja þá í 20 ár og allan hennar nýfrælski tíma. Við erum búin að skapa þetta ástand. En er ekki eitthvað sorglegt við það í okkar heimsluta að almenningu bregðist þannig við að hann vill fara að sparka í innflytjendur? Þeir eru ekki vandamálið í. Já, ég segi það þarf að koma með einhver önnur tilboð þá til fólksins. Hvað ætla þeir sem að... Við höfum bóðið upp á sósíalismann. Það er einmitt málið. Þá er þetta að finna eitthvað svona blórabökull og þar liggja innflytjendur mjög vel við höggi og það er sífellt fyrir að nota innflytjendur sem einhvers konar að þeir séu að milja undan velferðarkerfinu og það séu að það eru álag og innviði meðan bara flest þessi ríki í Evrópu sem hafa stundað nýfrjálshyggju alveg frá 1990 að þau hafa bara svikist að halda við innviðum og setja pening í velferðarkerfið. Það er það sem er að valda því að það er að málna undan þessu, það er ekki innflytjendur. En þeir eru líka bara vel við höggi. Já, við náum þessu ekki einhvern veginn að ræða þetta. Aðeins að því að þú bjóst í Bretlandi. Já. Það voru kosningar fyrir 10 dögum eitthvað.
Nei, bara fyrir viku, rúmur viku. Hvað var merkilegt við þessar kosningar? Þess að verkamannaflokkurinn náttúrulega vinnur alveg ótrúlega mörg þingsæti en eiginlega ekkert að bæta við sér fylgi frá niðurlægingakosningunum 2019? Akkurat. Hvort er það merkilegt að, eða er það merkilegt að nýstofnaður flokkur Nigel Farage fær 14% atkvæða í einmenningskjördæma kerfi þar sem að raunverulega er það að kjósa ekki eitthvað að stóru flokkunum er að hálfgjör sóun á atkvæðum nema það sem er svona rótgrúin barátta eins og að kjósa frjálslinda í Suðurrímnu eða hvað var merkilegt þessar kosningar? Það sem er bara merkilegt er að verkalýðsflokkurinn loksins er að koma sterkur tilbaka. En hann er ekkert með meira fylgi? Nei, en hann er samt að fá þarna gríðarlega gott tækifæri til þess að gera einhverja breytingar. Það var ótrúlega jákvætt, ég var mjög glöð að sjá að þeir skildu ná yfirhöndinni þarna þó að munarum væri minni heldur en ég átti kannski vona á. En það þýðir bara það að fólk augljóslega vill breytingar og það sem að við sjáum alltaf líka er að Ísland og Bretland fylgist mjög oft að í pólitíkinni. Sérstaklega vegna þess að Valhöll náttúrulega bara mænir upp í breska íhaldsflokkinn og hefur tekið allt upp sem að þeir segja. Það er nefnilega málið og ég er að vona að þetta sé ykkur góð vísbending það að við erum að fara að horfa upp á sömu breytingar hérna á Íslandi. En þegar ég skoða hverjir hafa verið valdir inn í stjórnina með honum að þá er ég bara ótrúlega glöð að sjá þarna gamlar kempur eins og Ed Miliband koma sterkan tilbaka. Hann hefur alltaf hlotið bara ágætt fylgi og verið svona freka vinsæll. Við erum að sjá eiginkonu Ed Ball þarna líka, hann er mjög reyndur fjölmiðla og pólitíkus. Þannig að ég er bara mjög spennt að sjá hvað þau ætla að gera. Það er stórt verk fyrir höndum og við erum með mjög langþreytt samfélag þarna í Bretlandi eins og við erum með hérna á Íslandi. Þannig að þú trúið því að Starmer muni breyta samfélaginu? Eins og staðan er í dag, en svo eiga kosningarnar í Bandaríkjunum örugglega eftir að lita framhaldið, trúi ég. Hvernig stjórnarandstaðan verður gagnvart honum? Já, ég trúi því. Hvort að Nigel Farage ná að vera leiðtogi stjórnarandstaðunar? Skulum bara vona ekki, Það bara gæti gerst. Það gæti gerst, ég veit það. En það er auðvitað samt sem áður nokkurn veginn eðlilegt eins og við erum að sjá bara pólitíkina í Frakklandi og annar staðar að við erum að sjá þessa polariseringu þarna af öfgahægri vinstrinu í raun og veru. Hvað er öfgavinstri nú alltaf því ég seti hérna? Nei, öfgahægrið, fyrirgefðu, já. Það er verið byrjað til þess að Macron kemst upp með að kalla það öfgavinstri að vilja skattleggja ríku, hafa öflugt velferðarkerfi og hækka lágmarkslaun. Ég veit ekki í hvaða veröld eru þetta öfgar. Já, akkurat. En það er náttúrulega bara að því að við höfum aldrei verið þarna. Við höfum aldrei verið þessi típa af þjóðflokkum neinstaðar held ég. En já, það verður bara mjög áhugavert að sjá hvernig þetta mun þróast. Ég allavega fylgist mjög spennt með þessu. Þetta er mjög spennandi. Við sósíalistar bindum ekki mikla vonir við Starmer. Hann er búin að henda öllum sósíalistum út úr flokknum. Hann að vísu gerði það, en ég ætla samt að vona að sjá. Já, það er bara munurinn á því hvort að maður er í ruslatunnunni fyrir utan félagsheimilið eða hvort maður er inni í andirinu. Er ekki niðurstaða þessara kosninga fyrst og svo menn afþökkuðu breska íhaldsflokkin? Já, hann er bara í einhverju tjóni sem er erfitt að sjá hvernig hann ætlar að vinna þessu út úr. Já, ég er ekki mjög bjartsýnn á Starmer en ég er svo sem ekki mjög vel inn í þessu eins og þú ert kannski með þessi bresku stjórnmál. En finnst þér þetta að vera nú tekið að mér hlutverk spilisins, hvernig myndur bera Keir Starmer saman við Tony Blair og Blairismann, er hann ekki bara í þeirri hefð? Ég hef náttúrulega miklu meiri reynslu af Blair sem leiðtoga, ég er búin að sjá hann sem leiðtoga, ég hef ekki séð Keir Starmer í þessu hlutverki áður, þannig að það er kannski svolítið erfitt að bera þetta saman. Blair náttúrulega fylgdi Bandaríkjunum eftir bara eins og hann tók Breta með í ólöglegt stríð gegn Írak í innrás sem er bara fullkomlega byggð á legum Algjörlega. Og eins og ég upplifði, ég bjó einn vetur í Bretlandi þegar Blair var við völd og eins og ég upplifað Blairismann þá er hann í sjálfu sér bara einhver útgáfa að sama nýfrjálshyggja í rauninni og bara gengur yfir allt
Margt sem að svona grafa velferðarkerfið innan eins og NHS og fleira með útvistun og fleira byrjaði á Blair sko. Og ég ætla líka að spyrja sko. Cameron hélt því áfram. Hefur sko Starmer eða verkamannaflokkurinn komið með einhver eins og ég skil það, eins og ég fæ það svona frá einhverju svona fólki sem að ég les, að þá eru þeir ekki, segjast ekki einu sinni ætla að breyta í sjálfu sér stefnunni sko, í rauninni þessu austerity, þessu aðhaldi í ríkisins sem eiga ekki. Þeir ætla að halda áfram þeim takmörkunum sem að íhaldsflokkurinn setti á ríkisútgjöld sem að eiginlega bindur hendur ríkisins til þess að ýta undir svona innviða uppbyggingu eða grunnkerfin eða eitthvað svona, það er þannig. Það eftir að koma í ljós hvað Starmer gerir. Munurinn er þegar Tony Blair kom til valda 97, þá var hann með plön, hann hækkaði til hans lágmarkslaun og hann gerði ýmislegt á fyrstu svona 2-3 árunum. Og hann kom náttúrulega með mikinn meðbyr með sér, þá hafði íhaldsflokkurinn verið við völd í 18 ár, allir orðnir dauðlegir á þeim og hann hafði náttúrulega mikið persónufylgi sem að Starmer hefur bara alls ekki, hann er bara einn óvinsalegasti maður sem hefur tekið við sem forsætisráðherra í Bretlandi. Þannig hann hefur eiginlega engan meðbyr með sér, hann er náttúrulega með miklu 97, það var næststæðs fjöldi atkvæða sem að verkamannaflokkurinn hafi fengið í sögunni, það var bara kosningar 1950 sem að unnu það. Þannig að Tony Blair kemur inn með svona eins og hluta fjöldarhefingu. Það er það sem að vantar hjá Starmer vegna þess að hann er 34% atkvæða. 1/3. Íhaldsflokkurinn og umbótaflokkurinn eru með samanlagt miklu meira fylgi. Þannig að sumliti er hægrið sterkara. Róttaka fylgi datt yfir í græningja og sem að bættu við sig þrefölduðu fylgi sitt vegna þess að þeir bara fundu ekki rými inn í verkamannaflokki Starmers. Þannig ég held að geti verið þannig að við séum að sjá fréttir bara jólin einhverja bara stjórnarkreppu í Bretlandi sko. Það gæti orðið. Ég samt sem áður ætla að halda. Vonir. Já, ég geri það. Hann er þetta búin að vera freka diplomatískur í svörum hvað varðar einmitt stefnuna sem að ríkisstjórnin hefur eða sem hann er að taka við af. En hann er samt aðeins að breytast. Hann er aðeins að svona koma með sterkari svör og svona standa aðeins fastar á sínu og segjast ætla að laga ákveðna hluti eins og til dæmis heilbrigðiskerfið. Að þá er alltaf hægt að gera hagræðingar þó þú sért ekki að auka af því þú getur breytt innan þess fjármagn sem þú hefur. Þannig að ég ætla að bíða og sjá hvað hann gerir. Mér finnst mjög skrítið með Keith Starmer að hann skuli, hann velmerkja, hann var ekki að auka mikið fylgi verkamannaflokksins en frá niðurlægingakostingum. Það var 2019 kostingar, það voru skilgreinda sem alveg fullkomin niðurlæging verkamannaflokksins. Já, sem var það. Hann bætir 1,7% stuðning. Já, hann er bara á sama stað. En mér skrítið samt að hann skuli hafa þó fengið þetta fylgi með að við sko hversu óvinsæll hann hefur svona verið minnstakosti gagnvart þeim sem eru að berjast á móti þjóðarmorðinu á Gaza. Af því að hann hefur í ræðu og riti undanfarna mánuði verið mjög herskár gagnvart Palestínumönnum og stutt Ísraelsmenn og hefur gengið fram af mjög mörgum. Og 5 þingmenn sem náðu kjöri fyrst og fremst út af afstöðunni í Gaza sem Palestína hefur eiginlega sko stærri þingflokkaldur en Nigel Farage í þinginu núna. Það eru 5 saman, ég held að þau munu sko aldeilis láta hann finna fyrir því Starmer. Já. Corbyn vann sitt einmenningskjördæmi, mjög afgerandi. Já, og 4 aðrir sem að fyrst og fremst voru með sko sitt svona erindi að við yrðum að styðja Palestínumenn og hafna þessu þjóðarmorði. Ég hef verið að hlusta svona á hlaðvörpum svona heimspólitík og þar hef ég rekist á í nokkur hlaðvörpum svona þar sem menn eru að reyna að kortleggja þessar breytingar í evrópskum stjórnmálum og akkur leiðtogar eru að tapa og hafa verið að tapa svolítið mikið í svona Hollandi og Ítalíu og Bretlandi, var ekki Finnlandi og Svíþjóð og þá svona eru nokkri sem hafa viljað draga þetta á línu sko. Þetta séu allt svona leiðtogar sem hafa verið að ýta undir útþenslustefnu NATO og hafa verið að styðja Ísrael í þjóðarmorðinu á Gaza og svona reynd að þetta sé svona það sem að sko þeim er sammerkt með þessum leiðtogum sko. Það sé í rauninni séu þarna á ferðinu bara þannig almenningur að hafna
þessu stríðsæsingatali og já, þessari útþenslu stefnu NATO sem getur bara hreinlega leitt yfir okkur þriðju heimsstyrjöldina. Þetta minnst að kosti skoðun í ýmissa sem hafa verið að svona draga. Það hefur verið bent á þetta að kosningaúrslitin gætu verið afleiðing af Úkraínustríðinu, þó svo að það hafi ekki verið deilumálið í kosningunum. Heldur sé að koma fram þarna vegna þess að það sem að gerðist til dæmis með viðskiptaþingunum og fleira að efnahagur Evrópu sígur, sérstaklega í Þýskalandi, á meðan að þetta virðist ekki stöðva Rússa að neinu ráði og þeir séu með yfirhöndina á vígvellinum. Að þetta brýst síðan fram í einhverju óánægju með stjórnvöld sem eru ekki að stýra eins og í takt við okkar þarfir án þess að Úkraínustríðið sé beint umræðuefni kosningarna. Já, þetta er bara þetta er hræðilegt að bæði horfa upp á þessar þjóðir í stríði og þetta er náttúrulega mjög grimlegt innrásarstríð á hendi Rússa en það verður bara að róa því öllum árum að tryggja frið þarna. Ég þekki töluvert af ungmennum út í Úkraínu og þetta er bara, það er eins og þú stundum talaðu hérna, það er að hverfa heilu kynslóðirnar og úr samfélaginu og þetta er... Þú veit að pröfu ímyndu ykkur bara að þið spurjið 21 árs gamlan úkraínska mann, hvað ætlar þú að gera í lífinu? Hverju hann getur svarað? Það bara býður hans að verða fórnað á vígvegum. Hann má ekki fara úr landi. Hann hvort drefst hann eða hann missi fætur eða hann verður bara skaðaður fyrir lífstíð. Hérna var í sjónvarpinu var viðtal við hermenn á vígvellinum sem átti að vera eitthvað að vera að koma eitthvað vopn eins og að væri eitthvað að falla Úkrænumönnum í vil og höfðu verið í 2 ár á vígvellinum og ekki fengið frí dag. Þetta er náttúrulega bara geðviki. Þú getur ímyndað hvernig bara andlegt líf þessara manna verður þar sem eftir aðeins. Bara rústað. En það er náttúrulega verið ekki tekið af Úkraínumönnum að hafa og verða að verja friðhelgi landsvæðisins og sjálfsákvörðun rétt og allt það. En það er hins vegar líka svolítið svona pragmatískt að forseti eða stjórnvöld verður að vera pragmatísk ef að rússneski herinn kæmi til myndir ráðastefnan í Ísland að segja það bara, þú var mjög fjarstæðukennt að ef að Bandaríkjamenn myndu egna okkur í það að taka bara á þeim, taka á móti og stjórnvöld bara segja já við bara fórnum blóma íslenska ungmenna á vígvöllum við Rússa eða þá stundum stendur maður fram fyrir valkostum. Bjarni Benediktsson eldri, hann sagði þegar hann skrifaði undir stoppsáttmála Sameinuðu þjóðanna að Íslendingar gerðu þetta með ákveðnum forsendum. Þeir hefðu ekki her, þeir gæti ekki varið sig. Ertu að tala um NATO núna? Já, ég er bara að tala um Nei, NATO 49. Það er bara staðan. Þannig að ef það kemur ykkur og herði ykkur Ísland þá gerir hann það bara. Við höfum ekki mannafla en eina getu til að verja þetta stóra land. En stundum standa stjórnvöld bara frammi fyrir erfiðu vali. Það er að segja að það er ríki sem hefur mikla yfirburði og ætlar sér að ráðast inn í landið á einhverju forsendum og það er einhverju saga þar á bakvið sem menn geta deilt hvort það sé útþenslustefna NATO eða hvort það sé öryggishagsmunir Rússlands eða hvað, eða frekja eða heimsvaldastefna Pútíns. Það standa bara fram fyrir vali að fórna blóma samfélagsins á vígvöllunum eða semja. Og þarna voru hreinlega bara eins og ég hef búin að lesa, ég hef búin að fylgjast með þessu, bara verið svona egnað og í að taka á og mæta Rússum allstaðar og berjast til síðasta manns. Og þetta er náttúrulega að valda alveg gríðarlegum skaða á úkraínsku samfélagi og líka hugsanlega að leiða til einhvers konar svona stigmögnunar í stríðsæsinga á heimsvísu hreinlega. Það var aldrei þess að því að við erum komið þangað. Þá var umrætt NATO var 75 ára og var verið að halda fundi í Washington. Það sem skilaboðin voru það að nú þarf eiginlega að beina athyglinni að Kína og skilgreina Kína sem samverkamann Rússa í stríðinu í Úkraínu og sem mikilvægt að Kína átti sig á því að það mun ekki komast upp með þetta og það mun hafa efnahagslegar
afleiðingar og þá líklega erum við að fara að horfa upp á viðskiptabann við Kína og sem að mun líklega náttúrulega bara sturta efnahag Evrópu í skolpið. Mér fannst þetta nú einmitt vera ángjað þessum stríðsæsingi sem Guðmundur að tala hérna. Viltu ekki vera í stríði Kína? Ha? Viltu ekki vera í stríði Kína? Ég hef lítið áhuga á því sko. Þeir myndu nú yfirmanna okkur Íslendinga mjög hratt. En það eru þetta fleiri lönd en Kína líka sem hafa haldið viðskiptum við Rússa áfram eins og ekkert hafi í skorist. Indverjar og Pakistanar og Bríklöndin fleiri. En það var nefnt í sömu andran að Tyrki væri að fara á fundi með þeim sem eru nú eitt af ríkjum NATO. Ekki Orbán að fara til Moskvu líka, ég las það einhvers staðar í. Já. Hann búinn að vera til Moskvu og Kína. Hann er sko formaður Evrópu núna. Já, þeir eru með formennsku Ungverjar. Og Slóvakar til dæmis líka búin að draga svona, allar sér ekki að styðja NATO. En stefnan sem allir voru sammála hann á NATO-fötunum var þetta sem hefur verið áhersla Bandaríkjanna að hinn raunverulega anstæðingur sé Kína og það hefur verið að undirbúa okkur við það að horfa á Kína sem anstæðing og við sem að fara í efnahagslega átök, mögulega hernaðarlega átök við Kína. Já, ég held að þetta sé bara mikið feigðaflan og ángi að því að það skipti máli hverjir forseti í Bandaríkjunum og þetta hvernig stjórnmáli þróast í Evrópu einnig. Þessar viðskiptaþinganir eru auðvitað farnar að hafa áhrif alla Evrópu og hérlandi. Ég til dæmis að gjaldþrot Skagans megi rekja einhverju leyti til þess að það má ekki selja vélar í rússnesk fiskiskip. Er ekki kínverska hersveitir komnar til Hvíta-Rússlands? Stórar hersveitir sem eru við æfingar þar með Hvíta-Rússland? Það eru með sameiginlegar æfingar. Já, bara landamæri Úkraínu og Póllands. Þetta er nú bara, var þetta ekki undanfari innrásarinnar í Úkraínu? Heræfingar á landamæri? Klukkan sem á að mæla hættunar og kjarnorkustríði, að hún er bara slá 12 núna. Já, þetta er rosalegt. Þetta er rosalegt. Þetta er eins og í fótboltanum, það reiknaðu, þú veist út þegar það er búið að vera svona þrýstingur, þá reiknaðu hvað er komið sko að byggjast upp mark. Er það að tala XG núna? Já, hvað heitir það? Ég held að sko XG í kjarnorkustríði sem komið upp í 3,4, það er séðilega bara líkurnar eru svo miklar, að hlýtur að fara að skella á. Já, ég meina Rússar og Kínverjar hafa aldrei farið sérstaklega lengt með sitt svona samkomulag í raun og veru, bara síðan... Vesturveldin náttúrulega ýttu Rússland í hendurnar á Kína. Já, líka bara þegar Sovétríkin bara leystust upp að þá áttu sig á því að þurfti að eiga bara gott samtal af því að þeir náttúrulega deila landamæri þannig. Og þeir hafa svo sem ekkert farin eitt sérstaklega lengt með það hvað þeir styðja hvern annan af því að eins og innrásin í Úkraínu þegar Evrópa ákvað það að við ætlum ekki að kaupa kol frá Rússlandi þá selur Rússland bara meira af þeim til Kína og annarra landa. Þeir eiga í gríðarlega góðu samstarfi þarna og það hefur alltaf verið til þess að halda náttúrulega Bandaríkjunum í skefjum. Og mér finnst náttúrulega bara það sem er að gerast, við sjáum alveg hvað er að gerast en Kína er bara að segja ekki horfa á það sem er að gerast hér en við sjáum þetta bara svart á hvítu. Það er eitthvað mikið og stórt í gangi en hvort við getum í raun og verið haft ykkur áhrif á það veit ég ekki sko. Ingólfur, líst þið vel á? Já, ég er bara ekki, mér finnst bara ekki, ég veit ekki nógu mikið um Kína í þessu samtali núna. Ég hef ekki heyrt að þeir væru með heræfingar með Hvítrússum. Ég held að það hafi verið 200.000 hermenn, kínverskir. Ég held ég að lesa þetta í gær. Það kemur ekkit óvart, þetta er einn stærsti og sterkasti her sem er til í heiminum sko. Fjölmennast allavega. En er ekki þessi stefna Vesturveldana eitthvað leyti bæði Úkraína og Gaza hafa raunverulega styrt upp svona alþjóðlega anstöðu við forystu Vesturveldana sem byggt í styrkingu BRICS. Algjörlega. Það er alveg ljóst. Kannski er þetta óhjákvæmilegt að náttúrulega með uppgangi efnahags í suðrinu að það náttúrulega suðri mun aldrei beygja sig undir forræði Vesturveldana nema bara í einhverju algjöri neyð. Já, eins og Indverjar að segja hvað er þegar þú tekjur mann þar ykkur $8.000 meðan hún er $50-60 hérna á Vesturlöndum svona almennt. Akkur eftir þeir að láta segja sér fyrir verkum hvernig þeir afla sinn hag. Já. Ég var svolítið í litlu landi í Afríku sem heitir Tógó og þar voru Kínverjar að leggja götur og vegi og maður svona spurja það þá sagði
bara kínverjarnir eru bara Guðs blessun, sko. Að vera laus við það að vera háður þessum vesturveldum sem koma hingað alltaf með helvítis roka að segja okkur hvernig við eigum að hafa það og einhvern veginn svona, þetta eiga bara eðlileg viðskipt við kínverjana, sko. Það var svona bara aldagömul óþol gagnvart nýlenduveldunum sem að virka fyrir suðrið náttúrulega bara hræsni from hell eins og sést núna í ólíkri afstöðu vesturveldana til Úkraínu og Palestínu. Þú eru sjálf gömul nýlendu lönd, sko, eða nýlendur. Mér er líka merkilegt bara og gaman að sjá til dæmis hvað Suður-Afríka er farin að skipta miklu máli í heimspólitíkinni. Það er svona, sko, þeir eru mörgu leyti, ég veit ekki hvort það séu svona eiginlegt leiðaljós fyrir önnur Afríkuríki og hugsanlega ríki í Suður-Ameríku líka. En þau hafa oft mikið svona litið til afstöðu stjórnvalda í Suður-Afríku í svona eins og til dæmis varðandi Rússland og Úkraínu og varðandi Gaza og þannig að ég held að Þeir náttúrulega lögðu inn ákæruna. Já. Sem að Íslendingar hefðu náttúrulega skrifað sig með. Algjörlega. Því að okkur ber skylda samkvæmt alþjóðalögum ef að það er þjóðarmorð í gangi þá ber okkur skylda til þess að gera allir stöðu. Við höfum ekkert gert. Við erum í NATO. En sko varðandi þetta óþol Við getum alveg gert það þessu í NATO. Ég meina það er ekki stefna NATO Ísraels her inn á Gaza. Nei, við erum undir bandaríkjamanna. Við höfum kosið það í okkar utanríkisstefnu að bara hlýða eins og einhver særður hundur. Þetta er alveg stórkostlegt, sko. En ég man þetta viðtal sem var á samstöðunni fyrir tveimur vikum síðan við hann Hilmar Hilmar Þór Hilmarsson, professor Akureyri. Þess að varum að ræða þetta, sko, að hvernig, sko, hvað er að fjara undan þessu svona mikla valdi vesturveldana í heiminum að ég svona ímynda mér að þessi friðarástefna sem var haldin til þess að reyna að leita friðarlausna fyrir Úkraínu í Sviss fyrir 3 vikum síðan eða svo, að þar mætti ekki nema réttrumlega 3/3 ríkja heimsins og minnstakosti það voru réttrum 3/3 ríkja heimsins sem að skrifa undir þetta friðarsamkomulag sem segir okkur svolítið það að þarna sjáum við kannski svona hvernig valdablokkin, hvar línundar dragast og þetta er náttúrulega stór minni hluti mannkyns sem er á bak við þetta friðarsamkomulag. En við sjáum þetta dregur svolítið línundar í þessum valdablokki í heimspólitíkinni að þá greinilega þá er búið að fjara allverulega undan þessari svona stóru ásýnd vesturveldana sem einhver svona leiðaljós eða leiðtoga heimsins. Kínverjarnir mættu ekki, Indverjarnir mættu en skrifuðu ekki undir og þar undir götunum. Herðu, en að öðru stríði hvernig er þetta? Spurti við 10 milljón manns sem myrtir í gamni utanlands. Sannlega með þeir súpa hel, ég syrgjóð ekki, farið þeir vel. Aftur á móti var annað stríð sem er í Skagafirði, þar sem að Kaupfélag Skagfirðinga kaupir kjarnafæði og norðlenska. Finnst ykkur þetta veigalítið stríð í samanburði þess að við höfum búin að vera að ræða núna? Heldur betur. Þetta er nú satt búið að vera einn af stóru fréttunum í vikunni? Jú. Já, það sem ég er merkilegast í þessu, ég hef svo sem ekkit eitthvað sérstaka þekkingu á þessum anga í svona, hvað maður segja, þessum rekstri og ég er náttúrulega samt svona sveitamaður í eðli mínu þannig að ég sé eftir sláturhúsunum sem voru í öllum héruðum og hugsanlega hafa líka vinnslustöðvar víða og ég er náttúrulega bara í eðli mínu móti svona samþjöppun og þarna er náttúrulega sko kapitalismin sem ætlaði að tryggja fjölbreytileika og samkeppni, hann er að tryggja samþjöppun og einokun. Það sem mér finnst merkilegt í þessu er það að sko andmæli og varúðar orð samkeppniseftirlitsins eru höfða engu í afgreiðslunni, allri afgreiðslu Alþingis. Bara að samkeppniseftirlitið sem er búin að greina þetta staf fyrir staf, bara hvað það snýst og hvað áhrifin verða og setja fram varúðar og rauninni sko nánátt æpandi mótmæli gagnvart þessu, en þessu bara rennt í gegn smyrjandi gegnum þingið og það finnst mér alveg magnað að það hefði tekist. Hvernig varaþingmaður Suður kjördæmis?
Já, ég sé þetta nú svolítið öðrum augum en að þetta fyrsta lagi rann þetta nú alls ekki smurt í gegnum þingið. Nei, ég segi svona, en fór í gegnum. Og auðvitað sendi Samkeppniseftirlitið inn umsögn þetta mál og það liggur auðvitað allt fyrir í skjölum málsins. En staðan auðvitað svo að sláturgripum hefur fækkað stórlega. Ef við tölum bara sauðfé, þó að þarna sé líka undir stórgripaslátrun, þá náttúrulega sennilega vetrafóruða kindur á leiðinni niður fyrir 400.000, ég man ekki töluna nákvæmlega, menn það voru kannski 900.000 fyrir 40-50 árum. Voru svona kannski 400.000 fyrir sauðasöluna, svona 870? Já, en það þýðir ekkert að vera að hugsa þessa rómatík að það sé gaman að hafa mörg og lítil sláturhús. Það bara skilar hvorki bændum góðu verði, nýja neytendum ásættanlegu verði heldur. Og það sem þarna var gert að koma þessum, það þetta matvælaráðherra sem flytur þeim sínum tíma frumvarpið, síðan fer það til nefndar og kemur mikið breytt úr henni, það auðvitað önnur saga hvað mönnum þykir þá málsmeðferð, en það hins vegar ekkert einsdæmi á alþingi í vetur, að mál hafi verið sett þannig gegnum þingið að þeim sé breytt mikið í nefndum og það auðvitað bara sérstöku umræða að þannig sé komið í þinginu að ráðherra treysti sér ekki til að koma fram með málin eins og þau eiga raunverulega að fara í gegnum þingið um orða þannig. En það sem hérna að gerast að Kaupfélag Skagfirðinga kaupir hlut þeirra kjarnafæðismanna sem rann inn í Norðlenska í fyrra. Þeir menn komnir af léttasta skeiði og vildu draga sig út úr þessum rekstri og þá ekki bara í ljósi þessara laga og það menn vilja hagræða. Voru ekki lögin sett til þess að það geti gengið eftir? Já, lögin voru sett til þess að það gæti gengið eftir að auka samstarf og hagræðingu. Þau voru ekkert sett með það í markmiði að þessi tiltekna sala gæti átt sér stað. Það auðvitað ekki þannig. En það svo að við alltaf að beygja okkur undir einhverja svona kenningar stærðarhagkvæmni og þetta sé einhvern hagkvæmara? Það var einhver maður sem sagði við mig í Kanada, það alltaf að tala samlegðar áhrif en það verður engin séðug. Hérna erum við náttúrulega við erum að tala það að íslenskur landbúnaður og fyrirtæki í afurðastöðurekstri, þau eru bara eins og teiknibólur við hliðin og erlendu fyrirtækjum sem að afurðir keyptar. Það öll fyrirtæki í Íslandi, líka bankana og viltu bara eitt banka, bara Samherji yfir öllum. Samherji væri ekkert stærsta sjávarútvegsfyrirtæki í heimi, þetta bara ætti allan. Það auðvitað ekki eitt fyrirtæki í slátrun í Íslandi þó þessi sala Það bara 2? Já, það eru eitt hjá ykkur fyrir sunnan og eitt fyrir norðan? Það auðvitað fyrst og fremst KSE nú komið á Suðurlandi, ekki? Þeir eru með sláturhús á Hellu í stórgripaslátrunni og þeir eru ekki konur með sláturhús fyrir sauðfé á Suðurlandi. En nei, ég held að tilgangurinn með þessum lögum var auðvitað að menn gætu saminast eða starfa saman til þess að lækka framleiðslukostnað á framleitt kíló. Það er verið að slátra í sláturhúsum kannski 2 mánuð ári. Allan hinn tíman standaðu tóm. Það kostar peninga. En Erna, segjum að við værum bændur einhvers staðar og við ættum lítið sláturhús. þar sem við getum svona sameiginlega rekið og þróað einhverja vöru til þess að auka afurðaverðið okkar eins og mikið væri innum saman í þessu. Þú kallar þetta bara rómatík, en að sumu leyti er þetta bara svona nálægð framleiðandans við markaðinn og þann sem hann getur bjargað sér. Hinn kosturinn er það að við séum bændur og rekum síðan féð okkar í 2 eða 3 hæða trukka sem að keyra í Skagafjörðinn þar sem að verður slátrað. Og við erum bara eins og við vinnum í verbúð, hvað heitir hann, Þórólfur, kaupfélagsstjórinn í KS. Það er þetta ekkert sem... Akkur er það rómatíka, svona smárekstur, akkur er það rómatíka en hitt einhvern veginn skynsemi? Ég er ekki að tala um það að það sé endilega rómatíka, menn geta með hagkvæmum hætti komist í samband við kaupendur sem vilja kaupa beint frá bíli eða sem næst bíli og geta aukið virði afurða sinni þannig. Það fáum við kröfurnar sem eru lagðar á stórfyrirtækin. Þegar ég er að tala um rómatík, þá er ég að tala um að þegar var slátrað í Króksfjarðarnesi og það var slátrað nánast á hvert fjörð á Vestfjörðum og svo framvegis. Það stendur ekki svona atvinnuvegur undir kostnaðinu sem fylgir því. Ja, hvernig bar þetta sig í áratugi? Þetta bar sig ekki. Þú veist að segja mér að þetta hafi bara verið alltaf reikið á tapi. Ég veit... Það hýslaðist bara út í samfélagi. Ég man ekki nákvæmlega hvaða ár, það var í kringum 2000. Þá kom ríkið með
margar milljónir, 10 á annað 100 milljónir til að úrelda sláturhús. Það er auðvitað út af því að þau báru sig ekki. Það var gert, menni var réttu peningur til að loka sláturhús. Ég veit að ég nú frá Bolungarvík, þar var slátrað á hverju hausti, en þar var svona staður sem var notaður undir ýmsa vinnslu, var stundur notaður undir saltfiskvinnslu og svo var þessu bara þeir stað sem loka mánuði fyrir sláturvertíð og það voru settur upp græjur og þar voru fullt af fólki að vinna við þetta og þar var verið að slátra fé úr öllu Ísafjarðardjúpinu og þetta var meira að minna selt aftur bara í búðurnar í fjórðungnum og sagað í kjötvinnslum þar og ég gæti ekki séð að þetta var gert svona í áratugi og ég man ekki til þess að ég hef alveg stuð fyrir það að þetta væri allir degi og sult yfir þessu. Nei, en þetta stenst hins vegar... Ég get veit hann bara sterkur. Já, en af því það var nú á listanum okkar samningsbrotamál og slíkir hlutir að þetta stenst auðvitað engar kröfur sem gerðar til þessar starfsemi í dag. Það eru mjög miklar kröfur, við erum búin að innleiða hér auðvitað Evrópureglugerðir og ég er ekki að andmæla því, en það myndi aldrei standast að svona húsnæði. Nei, svona húsnæði. Nei. Þannig að kröfunar, heilbrigðiskröfunar eru miklar og það er nú einmitt að því þú nefndir það þegar þú hafðir samband við okkur að það er verið að höfða samningsbrotamál á hendur Íslandi, 3 mál sem eru nefnd þar og einnig er okkur gefin kostur á að útskýra stöðuna varðandi heilbrigðiseftirlit með matvælaframleiðslu, fóðri og fleiru. Þannig að þetta eru bara, þetta eru hlutir sem hafa reynst mönnum mjög erfir. Þannig við verðum bara að hafa eitt sláturhús og eitt fisk, eina útgerð af því að Evrópa vil það. Ég er ekki að segja að við höfum að hafa eitt sláturhús, ég er að segja að þetta er bara orðið mjög dýr starfsemi sem að eru gerðar miklar kröfur til og það er bara viðbröð við því að það eru þetta samkeppni erlendis frá líka í öllu þessum rekstri að þá reyna menn auðvitað að lækka kostnað og framleita einingum með tiltækum aðferðum. Skil ég og lítið. Ákveðri að því að lömbin eru eiginlega hálfgerð villibráð, búin að vera á heiðunum og svona. Já. Við getum farið og skotið rjúpur og farið bara heim og hengt þar utan á bílskúrin og borðaði síðan jólin. En ákveðri er þetta svo flókið að drepa lamb? Það er náttúrulega bara mjög strangar reglur Ég get skotið hreindýr. Lamb er ekki skilgrænt sem villibráð, þú veist það jafnvel og ég og það eru mjög strangar kröfur flutning og þeim í sláturhúsi, hvernig þeim er slátrað og allt sem því fylgir. Ég held að KS... Það er náttúrulega samfélagslega áhrifin náttúrulega af því að vera með þetta heimi héraði bæði til þess að þetta hríslist samfélagið að fólk fái vinnu við þetta og séu umhverfisáhrifin bara af því að keyra þetta eins og ég veit að fénu að við norðanvert djúpið helst keyrt í Skagafjörð eða í Borgarfjörð. Það vinna langmest útlendingar við sláturinn á Íslandi í dag. Þeir koma hérna í stuttan. Það var svo stór iðnaður en á honum í gamla daga þá bara voru börnin úr 12 ára bekknum sett inn í... Ég vann sjálf í sláturhúsi þannig að ég get nú alveg talað reynslu þarna líka. Þetta var uppgriðsvinna fyrir fullt af fólki. Það voru líka bændur sem komu og var að vinna við þetta og uppgriðsvinna Bændur reka það stór bú í dag að þeir eru ekki aflögu færi með sinn tíma að fara að vinna í svona starfsemi lengur. Nei. Það var miklu fleira fólk á bæjum og allt annar bara bragur og það sem því fylgir. Skrítið að sem verið að horfa í þetta. Það er enginn búin að segja heldur að verði einhver sláturhús lokað þó þetta hafi gert. Nei, en það er búið að loka þó mörgum sláturhúsum hingað til en það er ekki... Ég er ekki viss að neytendur myndi vilja borga kostnað því að reka 10 sláturhús í viðbót. Ég held að það myndi heyrast hljóðust horni. Guðný og Ingólfur, þið svona borgarbörn og... Ég ætla að segja, ég borgarbörn og hef ekki alveg þekking á þessu og get ekki alveg sett mig inn í þetta, Þú ert alveg slá í gegn í þessu þætti, þú veit ekki. Ég veit ekki neitt, Þú veit ekki af hverju mér er búið hérna, ég veit ekki neitt. En ég man samt eftir því þegar ég var unglingur líklega og barn og það var alltaf að tala kjötfjallið og offramleiðslu á kjöti á Íslandi. Þannig að það er eitthvað sem sennilega er ekki eitthvað sem við viljum fara aftur til og svo að því að það verið að kaupa kjarnafæði þá bara myndi ég kjarnafæði var það ekki eitt af þessum fyrirtæki sem var með iðnaðarsaltið í þeim skandal. Var það ekki, var það? Ég held að verið, maður jarðsprengjusvæði þar í fyrir. Já, ok. Ég man ekki alveg þetta. Kannski verið kærður fyrir þetta en þetta var það sem mig myndi. En mér finnst þetta er samt svona dæmi að
sko nútíminn þannig að það koma svo margar fréttir, ég ætla að reyna að afsaka mig sko, að það bara, þú veist, og sko fréttinnar eru, þú veist, það eru spillingamál og eitthvað svona og maður bara finnst bara eins og ég vona einhverjir aðrir sé að hugsa þetta, sko, því ég hef ekki rými fyrir þetta allt saman, sko. En nú er alltaf spillingarstöðin í heilanum er full. Já, við erum búin að fara í gegnum svona þessi fyrir kannski 30-40 árum síðan þegar var að vera að fækka mjólkurbúunum og mjólkurvinnslunni og núna er þetta búið að vera útgerðin náttúrulega búið að ryksuga upp allar litlar en svo erum við að horfa upp að því við vorum að tala minn gamla heimabæ í Bolungarvík eða minn heimabæ eins og hann er bara að þar er mjólkurvinnsla Arna og hún flutti þarna vestur til þess að vinna mjólkina úr héraðinu og þetta var hægt í öllu þessu sko sem í kjölfarið allir þessar samþjöppun og fækkun á mjólkurbúum og mjólkurvinnslu. Ég vil nú segja það að Arna tekur ekki á móti mjólk sjálf og hún fær allt aðra og meiri mjólk heldur hún kemur á Vestfjörðum og mjólkin á Vestfjörðum fer ekki til Örnu. Það er MS eða Auðumlega öllu heldur sem kaupir hana og hún er síðan flutt sérstaklega þangað. Fram og tilbaka? Já. Og hvað er það, er hún unnin eitthvað fyrir Örnu eða hún er gerilsnitt. Fyrir það fyrir sunnan? Hún er gerilsnitt í Búðardal og ef að Arna þarf meiri mjólk en það, þá kemur hún lengra að. Þannig Arna hefur ekki aðstöð til þess að gerilsna það, eða hvað? Já, hún tekur ekki á móti mjólk, hún kaupir ekki mjólk beint af bændum. Ég ætla ekki að svara okkur, það er ekkert sem myndi bann henni að gera það, en hún starfar ekki þannig. Það er eitthvað banalt við að keyra mjólkina sko frá Bolungarvík eða í Búðardal og svo aftur tilbaka. Já, fyrirtæki velur að starfa þarna og lögin tryggja það, búrulögin, að hún á að geta fengið alla þá mjólk sem hún þarf til sína starfsemi. Og Auðumlega eða MS er skylt að skaffa hana. Já, og sama verðið og þeir... Ég held að það er ekki vel með mjólk að vera að keyra hana svona fram og tilbaka. Ég hugsa þetta oft þegar ég eftir svona mjólkubílum. Það væri með mjólk og bara myndi hrista hana svona, keyra kannski til Akureyrar með mjólk og hrista hana svona. Það er ekki góð leið til þess að gera með mjólk. Viltu láta merkja mjólkuferðina með svona hve marga kílómetra? Það er náttúrulega, hún hristist ekki mikið þegar tankurinn er orðin fullur sko. Eina belgi í hverja blokk, þegar mjólkutankarnir á bílum fullir þá hristist hún kannski ekki mikið en þetta hristist hún með að vera að safna en það gerst alls staðar sem mjólk er safnað. Ég held að það sé gott fyrir öll samfélög að sem mest af matvælaframleiðslunni fari fram næst neytendunum neytendun eru hér. Já, ég meina að framleiðslan fari fram sem næst. Korpúlstaðir, við getum sett mjólkurbú þar. Já, það var eins og Tóri Jansson vildi gera á sín tíma. Þá er bara golfvöllurinn að fara líklega. Það var kannski ekki vinsælt. Við getum haft bara beljunar og beit á golfvöllunum. Ég ekki við sko, sem að menn vildi fá golfkúlun í kúadellina. Þetta er annað mál sem við ættum kannski að ræða saman seinna, auðvitað á að draga matvælaframleiðsluna nær fólki. Við ættum að vera með gróðurhús og matjurtagarða til dæmis í Vatnsmýrinni í staðinn fyrir flugvöllinn. Sko þetta er náttúrulega einfaldar hagfræðikenningar í landbúnaðarhagfræði að það eru framleiðsla eins og grænmetisframleiðsla og alveg fuglarækt og svínarækt. Hún byggist upp næst þéttbýlinu. Svo eftir þegar þú fer lengra frá þá kemur önnur búfjárrækt og lengst í burtu er kornframleiðslan. Því það er auðveldast að flytja hana langa leiðir og þannig Og ef að samgöngur klikka þá getur maður nota kornin til þess að brugga úr því og flutt brennivín á markaðinn. Þannig var það gert í gamla dag. Herðu, þetta er nú skemmtilegt, ég var nú með fleiri svona kosið Carbfix verkefnið í Hafnarfirði. Ingólfur. Ekki. Já, ég hef séð að það eru tvær skoðanir á þessu sko og það er annars vegar það Carbfix fólkið sem að til þess að vera að vinna mikið gagn fyrir loftslagsmálum sko. Og svo eru aðrar móti sem að vilja ekki hafa þetta í sínu héraði eða í Hafnarfirði og einhver talaði að það var áhyggjur af of mikill vatnsnotkun og eins og með önnur mál sko þá finnst mér ég ekki vita nógu mikið til þess að taka einhverja sterka afstöðu í þessu máli sko nema að í svona, ég get þó sagt það að í svona málum þar sem að eru tæknilega lausnir á því að binda kolefni að þá er hættan í fyrsta lagi svo að fólk fara að binda vonir við það að það sé hægt að leysa loftslagsmálin með þeim hætti sem að eins og staðan í dag er gjörsamlega víðsfjarri sko þar sem þarf að draga úr notkun á jarðefnaeldsneyti til dæmis með því að framleiða matinn nær neytandanum.
mögulega sko, en þurfum við ekki að flytja inn olíu til þess að hafa þessa framleiðslu á matvælum hér í fóður og traktora og miklu fleira. Erum við ekki að brenna olíu hér í okkar landbúnaði? Það alveg svo í Brasilíu, það gengur landbúnað fyrir. Með því að rækta grænmeti? Já, rækta grænmeti í hérna, sem eru hérna með jarðhita og þú ert að tala um það. Það væri væntanlega ekki þannig. Mikið ræktað í gróðurhúsum, ég held að þú þurfir ekki svona jarðhita sko. Já, eða gróðurhús. Hér á landi? Þú getur verið með kallt gróðurhús þess vegna sko. Þetta alltaf hitað með heitu vatni. Já, þú getur gert það, en þú getur líka verið með... Þá framleiðir aðrar jurtir. Já, sem við þurfum líka að gera. Já, en ég er að tala um kannski... Við getum bara að rifa á tómutum og lambakjöti. Alls ekki. Ég er bara að tala um Þetta var svolítið sterkt að segja þannig að þessi deilumál sem eru tvö sjónarmið. Já. Þú getur orðið álitsgjafi sem svona stjórnmálafræðingur í fréttunum. Þeir kom alltaf með svona annarkvort eykst fylgi vafki eða það minnkar. Já, en það er svona nokkrar greinar sem að ég er sem sagt að þú veist, mér langar til að lesa til þess að reyna að skilja það hvort að þessar áhyggjur Hafnfirðinga séu raunverulega séu gildar sko. Þetta hljómar svolítið svona quick fix. Ég veit það ekki. Laust sko. Já, já, svona með sko. Þeir eru að selja megrunarlyf. Þetta kom fyrst fram sko. Verðs mér svo undarlegt að en það gerist svona reglulega. Það er eitthvað sem farið brilljant hugmynd og finnur upp leið til þess að hagnýta sig hana. Þetta hafi bara ekki svona einhvern veginn orðið til fyrr eða annar staðar eða að það var hægt að binda bara koltvíoxíð og sprautunum honni í jörðina. Þetta svona... Já, ég held að það sé alveg rétt sko. Það er einhver gild tækni á baku þetta sko. En það er annað sem ég ætla að segja sko líka í sambandi við þetta með að þetta er ekki lausn á loftslagsvandanum og það er líka þetta sko að svona lausnir leiða stundum til meiri mengunar sko á sama hátt og það að byggja fleiri vegi, að leggja fleiri vegi leiða oft til þess að umferðin bara eykst sko. Það bara myndast svona eins og meira rými til þess að menga í framhaldinu sko. Þú leysir ekki umferðar öngþvitið með því að sitta misla gatnamót og breiðari... Alls ekki sko. En það er náttúrulega við þetta sko loftslagsvandan og orkuskiptin hvað þetta heitir allt saman og dragur kolefnissporinu. Þetta er náttúrulega verið kallað mesta viðskipta tækifæri sögunar. Þannig að það er náttúrulega fullt af náttúrulega svona fólk er að græða á þessu. Það er svolítið á svona megrun. Það er fór að rifja þegar við vorum að tala sko að ég menn eftir megruna karamellunum sem voru svona 1970. Já. Og seldar alveg í massavís. Það er svona hugmyndur að setja til ykkur svona quick fix lausn á einhverju vanda. Það var nú þetta. En lausnin er yfirleitt bara að ýta sig frá borðinu og borða minna. Já. Ekki meira. Og það bara fyrir okkur er bara einlega bara dragur neyslu og dragur ferðalögum og dragur notkun. En þú veist að þau þurfa að lesa greinar og ég ein grein sem að ég er mæli með sem að mega bara íslenski karlmenn nauðga konum á Íslandi. Brilljant fyrirsögn. Ég las þá grein, já. Lastu hana? Já. Þú last hana ekki? Þú skrifar hana? Ég skrifa hana, já. Örgla marglesu hana líka. Já, nokkur sem höfulega. Já, ég skrifa hana. Og hvað hefur þú fengið viðbröðu þessu? Já. Það hefur þetta, ég meina ummælakerfið, það klikkar aldrei, sko. En ég held að ég sé bara að koma inn á punkt sem að bara margir hafi kannski hugsað og séð í ummælakerfum en kannski ekki haft beint orð á svona uppbyggbarlega. Ingólfur, hvað fannst þér hana? Mér finnst þetta góð grein. Hún bara kemur í orð eitthvað sem að ég hef svo oft hugsað og rættið aðra sko. Þetta er náttúrulega bara hluti af þessari útlendingaandúð og að kenna útlendingum það sem að miður fer. Og maður sér þetta bara mjög víða á internetinu og þó ég eftir að lesa nokkrar greinar til að mynda mér skoðun á sumum málum sko, þá hangi ég mikið á, ég er mjög mikið á X, Twitter, af því þar fæ ég sko flóðið af fréttum Palestínu og það sko. En þar fær maður líka sko þessa umræðu þessi kommentakerfi þar sem að það eru útlendingarnir sem eru að nauðga og þetta sko sem að
bara, maður missi bara alla trú, sko. En þetta náttúrulega, sko, bara í ástandinu og þegar komu erlendir hermenn í stríðinu og þá var, þetta líka svona hugmynd sko, einhvern veginn að, orustan kvenlíkamann, þetta líka þannig. Algjörlega og ég held sko kjarnin líka það sem ég er að reyna að koma á framfæri eru viðbrögð almennings við því þú veist, þau eru mismunandi eftir því hvort gerandinn er útlenskur eða íslenskur. Ef að gerandinn er útlenskur að þá er bara skulum hendunum á landi og afhjúpa hver þetta er, hver veit hver þetta er og bara sjá til þess að hann get ekki unnið þarna og allt þetta. En ef að gerandinn er íslenskur að þá kemur alltaf saklaus sektir sönnuð. Og það sem ég er að kalla á þarna í raun og veru er bara sömu orkuna ef að gerandinn er íslenskur að það sé sama orkan, það er sama reiði sem birtist af því hún gerir það ekki. Mér finnst bara svona ákveðin hópur og því miður er þetta náttúrulega í meirihluta karlmenn en einhverja konur náttúrulega líka sem er að tjá sig þessi mál þarna og segja að hafa hæst í raun og veru þegar gerandinn eru útlenskir og nota þetta sem einhverja leið til þess að láta í ljós einhverja rasíska skoðanir. En ef að sama orkan fengist bara við hvern einasta þolandi á hverja einasta tilkynningu og hvert einasta mál, þá fyndist mér eins og við værum á réttri leið með að svona knýja fram einhverja breytingar í kerfinu. En er ekki að því að vera að vísa þarna í ástandi og svona, en þetta er ekki ef að innflytjandi, þannig ekki hælisleitandi nauðgar íslenskri konu, þá er það ekki kynferðisbrot. Þetta er árás þetta er þjóðernis sörgun. Þannig að það er orðið allt í einu orðið mitt mál að það var ráðist á íslenska konu. En ef að íslenskur maður nauðgar íslenskri konu þá er það kynferðisbrot en ekki sörgun á þjóðerninu. Sko, ég ætla ekki að réttlæta neitt í þessu, ég ætla ekki miskila mig að ég sé að fara að réttlæta nokkuð skapaðan hluti í þessu, en þetta er einmitt nota sem vopn í stríði líka, eða svona kúgunartæki, þannig að þar er þetta nota með þessum hætti. Já, en við erum alltaf í því ástandi, það er ekki... Ég er með ekki miskila mig, sko, ég bara segja að þú veist, hugmyndin er til. Þetta er líka mikið notað í áróðurskyni. Já, algjörlega. Og bara... get farið aftur til einmitt bara Bandaríkjanna og þræla þar og þú veist það hræðilegast í heimi er ef að ekki hvítur karlmaður nauðgar hvítri konu, það er bara og það er notað og það er notað þess að réttlæta fjöldamorð sko, á fólki sko. Og það er náttúrulega gert líka í Palestínustríðinu núna. Umræddu Trump notaði þetta því að það hefur verið notað hann talaði að allir Mexikanar væru nauðgarar. Já, og ég held við verðum að loka landamærunum svo að mexikanski nauðgarar flæddu ekki yfir og nauðguðu konunum okkar. Þetta er bara í fyrragerð sem að segja þetta. Fréttaflutningur þetta skiptir alltaf máli og orðræðan skiptir máli og ég sagði það líka við RÚV að ef að fyrirsögnin er sú, það reynda birtist ekki neins staðar það sem ég sagði, en ef að fyrirsögnin er sú að erlendum gerendum hefur fjölgað þeim talan hefur tvöfaldast. Þetta er náttúrulega bara hræðilegt að heyra þetta, en þegar við skoðum bara kynferðisbrot yfir höfuð og það er þeim að fjölga og við erum að sjá ennþá bara í samfélaginu okkar alveg gríðarlega mikið af þessum brotum að þessu stað, en sakfellingarhlutfall er ennþá bara 3,48%. Og við verðum aðeins að fara að horfa á hvers vegna þetta er og ég sjálf þetta bara reynslu af þessu því miður að sjá það líka bara að mál eru felld niður bara eingöngu vegna þess að rannsókn lögregluna var ábótavant. Þannig að þetta eru bara ekki skýrar ástæði til þess að fella mál niður, það er önnur saga, en þarna er ég að tala einmitt þessa útlendingaandúð sem að færa grasserast í ummælakerfunum okkar og hún er, þú veist, hún er alveg rétt með þetta þýleitinu til að þessi reiði á að vera til staðar þegar eitthvað verður fyrir kynferðisbroti alveg sama hver það er. En þá ganga yfir alla kynferðisbrotamenn, bara algjörlega. Já. Ég reyni að halda því fram að þetta sé ekki kynferðisbrot. Þetta er þjóðernis viðbrögð. Akkurat. Kemur eiginlega kynferðisbrotum ekkert við. Já, við sáum eins og vísar hérna í ástandið. Þetta er auðvitað, það var náttúrulega bara eitt af hræðilegasta sem er gerst bara í íslenskri sögu.
að konur þarna, það þurfti ekki annað en einhver að segja Jóna út í bæ fór að hitti einhvern hermann og það var allt brjála og þessar konur voru settar undir læknisskoðun gegn sínum vilja og lokaðar inni og þetta var kannski bara einhver orðrómur og þarna til dæmis var hvíslið svo hrikalega sterkt þar sem að konur töluðu sín á milli og vöruðu við og sögðu frá. Þarna þessi MeToo-bylgja í raun og veru nema bara ekki á yfirborðinu og þetta hefur bjargað alveg ótrúlega mörgum mannslífum og líka bara það þegar íslenska ríkisstjórnin ákvað það að ef við ætlum að fá hermenn til Íslands að það verður að vera hvítir að því við viljum ekki að þeir ræni konunum okkar og blandi geði við þær og þau eignast börn og við sem ekki að blanda okkur saman. Ég meina, það ekki hægt að finna meiri minnimáttakennd en þetta. Það bara þannig. Þetta var bara fyrir stuttu síðan. Við erum svolítið að þema hérna í þættinum að hvað ómennskan stutt frá okkur og kannski hún bara, það fór hún aldrei neitt, þannig að þessi blekking nútímans að við séum svo góð í nútímanum og hefur verið svo vond í fyndinni. Kannski það blekking. Það líka bara ótrúlega erfitt og ég tala þetta margu ofta, erfitt að horfast í augu við okkur sjálf. Bara hvernig samfélag okkar samsett. Það eru einhverja 500-600 tilkynningar sem rata á bara lögregluna hverja ári og þetta eru bara tilkynningarnar. Og það eru kannski bara eitthvað 50 mál sem komast áfram sem því það eru 550 menn sem eru aldrei rannsakaðir og málinu fælt niður gegn og þeir eru úti í samfélaginu okkar. Þannig að við verðum aðeins að fara að skoða í hvernig samfélagi búum við og hvað erum við að gera til að uppræta kynferðisofbeldi yfir höfuð. Þetta eiginlega magnað þetta búið að vera mjög svona áberandi samtal alveg í 30 ár næstu því. Alltaf sé ekki svona, ég man að þegar ég var flytið til Reykjavíkur þá svona, höfðu komið upp svona hópnaukunatilfelli á þjóðhátíð og þá byrja svona þessi nei þýðir nei og þessi svona stóra vitundavakning varðandi þetta alls saman og þetta svona ofta því að virðist manni náttúrulega verða kynslóðaskipti, hann þarf að uppfræða unga kallmenn eða ungmenni bara almennt alltaf, það ekki nóg bara uppfræða mína kynslóð og svo verður hún 50 og það náttúrulega þarf að gera þetta stanslaust og mér finnst þetta reyndar svolítið skrítið hvað við erum almennt komin stutt með þetta að eins og þetta tala um að kynferðisbrotum fjölgar hreinlega en það líka að því að við erum tala um þetta með hvernig þetta nota til þess að útvarpa útlendinga andúð. Það virðist mér oft ég að fylgjast með svona þessum kommentum á netinu. Þetta sé svona eiginlega bara sama samfélagi sem að sýna kannski mestu kvenfyrirlitninguna svona almennt. Að sama samfélagi sem að notar þetta svo sem eitthvað svona dygðarskreitingu að vera á móti og berjast gegn kynferðisofbeldi og fyrir kvenréttindum af því að það var útlensku karlmaður sem að réðst á íslensku konu. En má ég spyrja þetta kommentakerfi, þetta ekki svona ákveð mengi eða? Jó, ég að tala um þetta, með fyrstu stundum þetta verður svona sama mengi, ekki það ég meina fólki sem er að aðtapna sig þar eða aðhafast? Nei, ég meina, maður sér alls konar fólk verið að kommenta uppgerða á gömlum bílum og prjónaskap og matseld en þarna finnst mér svona sama mengi, svona sama demografían vera verki sem að kannski svona það sem að mesta svona kvenfyrirlitningin grassera og það eru þeir sem að koma svo fram og svona dygðarskeyta sig með því að vera móti kynferðisofbeldi því að það var Þetta sama og með stöðu kvenna í löndum íslam að það rísallinu fólk sem að berjast fyrir kvenréttindum íslam sem að maður hefur ekkert orðið varfið að segja að berjast fyrir kvenréttindum í Íslandi Algjörlega, ég meðist að átti þetta samtal svona í ummælakerfi við færslu sem að Björn Leví setti á Facebooki á síðar þar sem hann var að tala um málið hans Gylfa og það var bara alltaf að tala um bara hvað málsmeðferðartíminn væri svo langur, þetta hræðilegt, hann fastræðnúti, bara hryllingur en samt sem áður þurfti í hvert skipti sem því var framlengt það þurfti lögreglan og dómstólar að sanna að þeir þurftu meiri tíma og við erum að tala um ítrekuð brot gagnvart barni og þetta nú bara ekkert smáræði og ég sagði það bara ef þið finnst þetta vera mikið mál það ég bara sjálf að bíða og ég fekk að bíða í 2 ár til þess að fá að vita að málum þetta fellt niður og ég meina
ef við ætlum að berjast fyrir réttindum einhverra, að þá ætti að vera fyrst og fremst þolendur og í öðru lagi að laga þetta kerfi og þú byrja þá heima. Þú veist, okkur kemur ekkert við hvernig staðan þarna út í Bretlandi eins og staðan í dag, en okkur kemur það bara algjörlega við hvernig staðan hérna heima. Já, ég talaði annað mál sem búin að vera lengi á leiðinni sem plastborgamálið. Endilega. Það sem Andi Mariam Beyene dó 2014 held ég, það 10 ár síðan. Nú ekki hann að fara í mál við Landspítalann og Íslenska ríkið fyrir þáttöku íslenskra lækna í því að maður var sendur til Karolinska í þessa tilgangslausu tilrauna aðgerð með sagt það að þarna sé einhver lausn. Ég held að það nú komið fram í umfjöllun þetta mál að sko staðan á honum var ekki þannig að þetta væri einhver sko þörf á einhverju, þú veist eins og stundum gert, einhver þykkur hjarta eða þið kannist við þetta, eitthvað svona það sem eru bara lífslíkurnar eru sáralitlar sko. Þannig að möguleikin á að auka lífsgæði mannsins eru þó einhver, en það var alls ekki staðan hjá Andi Mariam. Nei, ég held að það væri þættir á Netflix þetta annan ítalska, Pálo, og ég held að þetta hafi komið mitt fram þar, ég þóra ekki að hafa það eftir nákvæmlega. Það var ekki sérstaklega fram að það voru aðri sjúklingar sem að voru kannski áttu sér eiginlega enga framtíð, en það átti ekki við þennan mann sem að kom frá greindur með þessum hætti frá íslensku læknum. Já, þetta verður bara fróðlegt að fylgjast með þessu máli fyrir dómstólum hér, hver ábyrgð íslenska heilbrigðiskerfisins eða í þessu tilfelli Landspítalans þarna. Og eðlilegt að segja láti reyna á þetta mál fyrir dómstólum, finnst mér. Já, hvernig bara þetta? Myndu þið þora að ræða þetta því að hann var svartur? Að hann hefði verið auðveldara fyrir hvíta íslenska lækna að senda hann í þessa tilraunamennsku af því að hann var svartur? Ég myndi nú aldrei vilja fara þangað. Ég skal lofa ykkur á því að einhvern tímann munum við ræða það. Það bara raunverulegt sko. Hvernig þetta bera þannig að það eru þarna 1 eða 2 læknar sem eru hluti af þessu rannsóknarteymi eða þessu mengi sem að rannsaka þessa hluti á Karolinska og sem sagt það þá á ábyrgð íslenska ríkisins og íslenska heilbrigðisyfirvalda að hafa sendt hann í aðgerð sem bæði það og síðan voru sko eins og frásögnin þeim sem hafa verið að gagnrýna þetta það að það voru gerðar skýrslur líðanas og eftir sem að voru fegraðar. Já, og látið líta út eins og þetta væri að ganga upp þegar það ekkert benti þess. Og hitt líka að þegar það væri ákveðið að gera þetta þá máttu menn gera sér grein fyrir því að þetta var ekki rannsakað eða réttlætanlegt ef ég morða það þannig eins og var látið í veðri vaka. Læknandir hefðu átt að vita það, þó svo að sjúklingurinn náttúrulega hann getur ekkert flett upp í því hvort það séu til raunverulega einhverjar ritrýndar greinar þessa aðferð sem var ekki til. Það var ekki til. Þessi þættir á Netflix, ég hef búin að horfa á þá líka og þar sko beið ég alltaf eftir því að svona íslenski hlutin að þessu tekin fyrir og settur sem einhver svona miðja í þessu, en það gerðist aldrei. Þetta fjallaði Ítalan náttúrulega. Og snerist hann. Og ástkonu hans. Já, en snerist líka Andi Mariam, náttúrulega. Það var eiginlega svona í bakgrunni söguna. Það er gallið þess að þætti að gera mest úr svona samskiptum hans við konuna og hvort hann sé sko svikarrappur í öllum sviðum lífsins. Flagari og allt það. Jú, það er enda tölvöld fjallað finnst mér líka sko hvar þetta var statt þegar þeir byrja raunverulega að gera aðgerð á fólki. Það sé haldi raunverulega fram að frumur geti aðlagast plasti sem fáránleg hugmynd ef við hugsum út í það. Það sem að öllum sem að hugsaðu út í það fannst fáránlegt. En mörgum fannst einhvern veginn briljant á þess að hugsa út í það og meðal annars Karolinska og meðal annars íslensku læknir. Og var ekki annar íslensku læknir yfirmaður á þessum tíma? Birgir landlæknir, hann var forstöðumaður Karolinska einhvern tímann þetta leyti alltaf. En ég þori nú eiginlega bara fullera það að þessi íslensku læknar og læknar á Karolinska þeir hafa verið í góðri trú. Ég get ekki ímyndað mér að þeir hafa bara tekið sénsinn á þessu. Það sem er merkilegt þessa sögu að jafnvel þótt að þeir séu hluti af einhver svona faglegu starfi að jafnvel þeir gátu fallið fyrir sko svona einhverju falskri von að það væri einhver svona því eitt af þráðurum í þessu samtal okkar hérna svona quick fix að væri til svona einföld lausn á
Já, því vísindi snúast náttúrulega ekki góða trú, heldur ritrinda greinar og sannanir. En svo náttúrulega, ég veit ekki læknisfræði annað heldur en ég kann að setja blástur og mæla hita, en það er væntanlega framfara skref í læknisfræði verið tekin svona svolítið upp á tekið sensinn. Ég held að menn hafi kannski ekki ímyndað sér verið að setja bjargráð í og græða hann undir bringuna fólki einhvern tíma. Dæmi að menn sem að voru gera tilraunir með bóluefni gerðu það á sjálfum sér. Já, fólki var allavega ekki upplýst að þetta væri tilraunir. Nei, reyndar, það er kannski þarna liggur nývörinu kunni. Og það er líka komið fram í þessu að svona fyrirbrigði eins og Karolinska í þessum undarlega nútíma sem við lifum eru háði að hafa svona stjörnulækna sem að vekja athygli og þannig það er allir orðnir bara meira og minni í einhverju svona PR-markaðs bara einhverju steypu. Það er alltaf verið að draga sér rannsóknarfé, það er alltaf styrktaraðilar sem þurfa að koma eða fyrirtæki í lyfja, iðnaði og tækni, greinum og öðru slíku sem þurfa að fá rannsaka það sem þau eru að vilja koma á markað og þá þurfa þeir einhvern veginn að vekja athygli. Þetta er sem sagt komið svona, þetta eru bæði spítalar og sérstaklega í háskólar eins og sem ég þekki, þú veist að þeir eru ekki lengur þannig að það sé bara einfallega ríkið til dæmis sem að rekur háskólan, heldur þarf starfsfólk háskóla að vera endalausi vinnu við að reyna að fá peninga úr einhverjum sjóðum einhver staðar. Þannig og það er auðvitað þú veist, finnst mér vera svolítið skrítin nýting á tíma að allir þessari orku í það að keppa um peninga sko, frekar heldur en að vera að gera raunverulega rannsóknir sem skipta máli sko. Og þetta er sem sagt ef þú ert að tala um eitthvað svipað þá innan þessa háskóla þessa spítalakerfis er þetta líka tengt háskóla háskólaspítali og svona. Svo heita þetta samkeppnissjóður sko sem það sækjum. Akkurat. Og það líkur að fá þar að þá þarf þetta að vera með eitthvað snjallt, eitthvað svona eins og Karpix. Já, þú þarf helst að vera með eitthvað sem lítur út fyrir að vera flott sko. Já, við heyrum þetta í umræðinu PISA í menntamálunum. Já, og það er eins og segja að allir reyna að trompa hvern annan að vera með eitthvað svona snjalla lausn á þessu. Já, og þú helst að geta sagt fyrirfram. Kent í Vestmannaeyjum ef við bara tökum það og breiðum það yfir landið þá reddast allt. Þú helst að geta sagt fyrirfram hvað muni koma út úr rannsóknunum og það verði frábært sko. Og geta selt það sko. En var það ekki rétt, þá var ég ekki að lesa það að Landspítalinn hefði mælt með því að borga bætur en ríkið hafi síðan ekki vilja að gera það í þessu, ég held ég að bara lesa þetta í dag eða gær. Það getur verið. Já, Landspítalinn allavega neitar ábyrgð. Neitar ábyrgð, já. Og það kannski leiði mann að öðru máli líka, ég má henda því inni sko, það stundum talað að það þurfi umboðsmann sjúklinga sem mér finnst reyndar ætti að vera bara hluti af umboðsmann Alþingis, bara skýra það betur því svo þegar að vera að tráma hérna fram með viðtöl við fólk sem er titlað umboðsmenn sjúklinga þá er það bara starfsmenn Landspítalans og hvers slags umboðsmenn sjúklingar það sem þykja laun sín frá viðkomandi stofnun. Umboðsmaður borgarbúa þykkur laun sín hjá Reykjavíkurborg og líka umboðsmaður Alþingis þykkur laun sín hjá Alþingi. En hann er ekki að fjalla störf Alþingis, hann er að fjalla tekur við kvörtunum borgarana að gagnvart framkvæmdavaldinu. En umboðsmaður sjúklinga ætti þá líka að taka allt heilbrigðiskerfi ekki satt, ekki bara Landspítalann. En í þessari kæru sem við tala um þetta er vantarlega snúast gríðarstórar fjárhæðir. Já, hvers virði er mannslíf, þetta sýttu það. Já. En að því voru að tala ríkið hafi hafnað einhvern veginn bótunum, þá kemur það fram líka að vera í sanngirnisbótunum og einhverju öðru. Að þá erum við með einhvern ríkislögmál sem að lítur svo á að sitt hlutverk sé að ríki borgi sem minnst. Og ég er bara ekki alveg viss að það hafi verið hugmyndin þegar við varum að búa til ríkisvaldið. Að það ætti að hegða sér þannig. Mér finnst bara fínt að hafa ríkislögmann sem að bara vill borga það sem er sanngjarnt. En hann láti ekki eins og þetta sé alltaf glímur ólíka hagsmuna og hann stilli sig bara upp sem eins og hann sé einhver hagsmunaaðili. Ég meina, ríkið er þetta ekki við. Mér finnst stundum skrítið hvernig ríkið lætur og vill skilgreina bara sína hagsmuni þröngt og sem grimmast. Já. Þetta er kannski til hefur eitthvað fælinga mátt eða... En þetta voru svona hlutafréttu vikuna, það voru miklu fleiri. En ég er að veltaði fyrir mig hvort að ég ekki að hleypa ykkur út í rokið og rigninguna. Fyrir svona. Þetta er ekki bara stytt upp?
heldur þessi ekki búið Það var að vera rók, það var stytt upp í kvöld. Það verður alltaf ekkert sem kemur manni óvart. Nei, ég var að aðtöma veðurspána að því að ég svona er að horfa til þess að fara norður á strandir og þá er gott veður þar á morgun og á sunnudag, mánudag og þriðjudag, þannig að það getur vel verið að maður svona stefnið þangað líka sko. Fylgist þið með fótbolta? Jú. Ég bauði ykkur að kjósa hérna milli Trump og Biden. Ég veit ekki hvað þessi jafnslæmi kostni núna, hvor vinna Englendingar að Spánverjar? Er þetta ekki baskar mest allt í spænska liðinu? Nú, menn sem ættir að reykja til Marokkó og Já, ég held að ég las það að það Kíníu og 9 baskar í 23 manna hópi hjá, hvað heitir hann, Telefonte? Nei, það var sagt hérna, ég las ekkert það fyrir keppnina, að hann hefði valið að gera þetta vegna þess að vandi í landsliðsins fram að þeim tíma hefði verið ósamstaða og hann vantaði svona einhverja hryggjarsúlu þar sem væri samstaða og þess vegna væri svona mikið af böskum hann. Já, mér finnst þið bara að sjá það. Ég held að þetta sé, Þetta er ekki Katalóni maður? Ég styð sjálfstæðisbaráttu Katalóni eins og styð sjálfstæðisbaráttu Baska og ég er svona, að því að Spánverjar hafa verið svo góðir og mér er erfitt fyrir mig að halda með þeim, en svona þegar ég fór að lesa mig til þetta, þjálfarinn er Baski og svona stikkið í spænska liðinu eru Baskar, þá svona, ég hugsaði með mér, þetta er bara landslið Baska með einhverjum nokkurum Spánverjum hann með og það hefur hjálpað mér og ég styð þetta basneska landslið á móti englendingum, alveg klálega. Ég ætla að styðja englendinga þessum leik og mína menn í Liverpool þó þau fá ekki að spila nógu mikið og það var líka bara frábært fyrir enska boltan að landa titli svona. Nei, er ekki hluti af enska boltanum þessi svona trega fulla sjálfsvorkun yfir því að vinna aldrei titla? Ég held að þessi búin að hlusta svo mikið á því núna með alla þessa keppni á EM að það sé allt í lagi, ég ætla alltaf að styðja englendinga. Aðrir geta haft aðra skoðun, það er góð leið. Gunni? Ég ætla að svíkja gamla heimalandi mitt og segja Spánn sko. Af hverju? Af því að mér finnst þau bara að standa sér sjúklega vel. Það er alltaf skemmtilegri, það verður að segja. Já, 100% og ég vil bara... Þessi ungu strákar hana, þetta er bara... Já, örugglega, en það er Spánn. Það er svona eitthvað ævintýri í spænska liðinu sem er ekki alveg í enska liðinu. Nei, ég ætla bara að sitja við minn keip sko. Ingólfur? Já, ég mun styðja Spán í þessum leik. 3-1 fyrir, við drögum þetta saman hérna og spáum við að leikurinn verið 3-1. Já, ég held að það sé... Því miður. Þetta er búin gaman að fylgjast með þessari keppni. Þetta er búin sérstaklega gaman að horfa á Georgíu og svona þessi minnilið. Já, mjög gaman. Tyrkirnir þegar þeir eru unnu Austurríki, það er stórkostlegur leikur. Já, Tyrkland-Holland var líka skemmtilegur leikur. Nei, já. Alltaf gaman að þessu. Ég er reynda að vilja sjá hollendingarna fara áfram sko. Já, herðu, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Guðmundur, Erna, Guðni og Ingólfur. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir. Og ég þakka hlustendum fyrir að staldra hérna við og hlusta á okkur eða horfa á okkur, það verður eftir í hverju þið eruð. Ég bendi á eins og ég ger oft að þið hafið byggt upp dreifikerfi samstöðuna með því að segja frá efni sem ykkur líkar hérna, vinum og vandamönnum og þá kíkja þau á þetta og hægt og bítandi þá byggist upp hérna dreifikerfi og fleiri sem að hlusta og horfa. Við erum á Facebook og YouTube, öllum hlaðvarsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfðborgarsvæðinu, það er útvarpssendingar, það má líka sækja þar á spilarann, spilari.is á netinu og spilarinn er líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, þar sem er nett. Svo erum við komin í sjónvarpi til þeirra sem fá sjónvarpið sitt frá símanum, við erum með 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni, 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Samstöðun hefur verið byggð upp á áskrifendum, það eru 40.000 mann sem að sjá þætti samstöðunar í hverju viku, af þeim eru 1350 sem eru áskrifendur. Þið getið slegist í þann hóp og byggt upp enn öflugri samstöð. Þið gerir það með því að fara inn á samstöðum.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift. Þið getið skráð okkur fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftið, þið megið borga meira þið viljið og þið sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna sem er fjölmiðl og umræðu vettvangur í eigu ykkar áhorfenda og áheyrenda
og lesanda. Það svona hægagangur á okkur í sumar, róleg sumardagskrá, en það eigum við mikið efni sem við getum endursýnt sem þið eftir að sjá. Í fyrramálið sýnum við til dæmis 2 viðtöl þar sem að Ragnar Stefánsson kemur við sögu, fyrrverandi formaður fylkingarinnar sem var jarðsunginn í vikunni í rauðri kistu. Það klukkan 9 fyrramálið, hvet ykkur til þess að hlusta á það og annað efni sem við munum senda út. Rauðaborðið verður hér næst á mánudaginn klukkan 8 kvöldið. Sjáumst þá. Takk fyrir í bili. Góða helgi.